Þetta heiti ég frá Skótafélag Íslands og ég fundarstjóri hérna fyrir hádegi og af því ég almennt að þýskmenntuðu fólki þá ætla ég bara að byrja prompto núna, korter yfir 9. Fyrsti fyrirlesari dagsins Gunnlaugur Guðjónsson sem ætlar að fjalla markaðsaðstæður og fjármögnun náttúrutengdra verkefna. Hann tekur til fjarfundi þannig að við krossum alla putta sem við höfum til að klikki ekkert. Ég hef svona ákveðna reynslu af svona fjarfundum en við vorum bara að prófa á þetta virkaði fínt, þannig að bara gjör svo vel Gunnlaugur. Já, góðan daginn öll. Svo sem fyrir það sem þekkjum líka, þetta ég Gunnlaugur Guðjónsson, ég sviðstjóri á Menntaskóla. Ég ætla að kynna fyrir ykkur hérna skýrslu sem ég tók þátt í að gera markaðsaðstæður og fjármögnun náttúrutengdra verkefna. Með mér í þessum voru Gunnar Sveinn Magnússon frá Deloitte og Guðmundur Sigurbjörnsson hjá Loftslagsstofnun, ICR. Og þetta hjálpaði Pétur okkur við að gera þetta eins og einu garði mögulegt er. Ég ætla ekki að tala hvort skógrækt skiptir máli í loftslagsmálum. Það vitum við öll. Spurningin sem ég ætla að velta upp kannski frekar skógrækt mikið þáttur í loftslagsstefnu Íslands, hver á að bera kostnaðinn og áhættuna við uppbygginguna. Við þekkjum úr fréttum að það talað skuldbindingar Íslands og Ísland hefur skuldbundið sér til 41% samdráttar fyrir 2030 og 50-55% fyrir 35. Hingað til höfum við náð 78%. Það þýðir að þriðjungur losunar þarf að hverfa á næstu 5 árum. Og það ekki bara eitthvað smávægileg aðlögun, það í raun bara kerfisbreyting, vel á að vera. Landnotkun stærsti einstaki liðurinn í loftslagsbókhaldi Íslands. Ef við ætlum að ná loftslagsmarkmiðum gerist það ekki án bindingar á landi. Það gerist ekki bara með orkuskiptum einu saman, ekki bara með tæknilausnum einu saman, heldur líka með raunbindingu á landi. Og hérna myndin sem á skjánni, ég takk eftir, þetta rjúpa sem liggur á hreiðri í skóginum á Höfða. Og það voru 10 ungar sem komu. En áfram, samkvæmt greiningum eru hagkvæmustu aðgerðirnar í hagkvæmustu loftslagsaðgerðirnar skógrækt, landgræðsla og endurheimt votlendis. Þar lægsti kostnaður á tonn, mesti samdráttur, mesta binding. Og við vitum hvað virkar. En fjármagn og kerfin hafa ekki fylgt þeirri niðurstöðu. Það áætlað að nýskógrækt næstu árin geti krafist allt að 25-30 milljarðar króna fjárfestingar. Þetta langtímaverkefni, tekjur skila sér seint inn í verkefnin. Það áhætta að sjálfsögðu eins og í flestu sem kemur að landnotkun. Skuldbindingar eru áratuga langar og þá raunhæft að landeigendur beri þessa byrði einir? Spyr maður. Nú, markaðurinn leysir þetta ekki einn og sér. Markaðir eru mikilvægir hins vegar. En markaðir fjármagna ekki áratuga verkefni án einhvers öryggisnets. Út af því að við erum náttúrulega með ýmsa óvissu í þessu. Við erum með verðóvissu, regluóvissu. Það sitt á heilangt að breyta reglum og við sjáum það ekki alveg fyrir. Það er óvissa með bókhaldsmeðferðina, það er óvissa með framtíðarnotkun eininga og
þetta er náttúrulega breytur sem að bankar og fjárfestakerfið verðleggur og og verðleggur hátt áhættan kostar. Sem sagt, staðan á markaðnum í dag er sú að í dag færist eftirspurnin í erlendar einingar út af því að náttúrulega fyrirtæki og stofnanir og einstaklingar og fleiri að leita sér eftir einingum og það þýðir að fjármagnið það fer úr landi, bindingin eða samdrátturinn styrkir ekki stöðu Íslands eða loftslagsbókhald Íslands og sérst ef að Íslenska ríkið eða íslenska þjóðin eða hvernig sem við lítum það ætlar að ná loftslagsmarkmiðum sínum eða landsmarkmiðum þarf bara að taka afstöðu til þess hvort innlend binding sé hluti af lausninni. Það er svo kannski ekki flóknara en það. Nú stærsta hindrun fjárfestinga í skógrækt ekki áhugi. Hann er mikill og það er heldur óvissa. Þess vegna er mikilvægt að ríki komi að og skilgreini hvaða einingar teljast gildar. Ef við viljum ekki kaupa okkar eigin einingar þá höfum við ekki mikla trú á þeim. Og það þarf að skýra hvernig það nýtast í landsbókhaldinu. Það er nokkuð sem heitir corresponding adjustment sem þá jöfnun út úr bókhaldinu ef einingarnar seldar úr landi. Það þarf að skýra hvernig það fer fram og það þarf þá að samræma þetta fyrirtækja bókhaldi og landsbókhaldi. Og það kolumnsbókhaldi fyrirtækja og síðan landsbókhaldi Íslands. Og án skýra reglna þá stækkar markaðurinn ekki eða skaflar ekki. Það sé rétt orðið. Ég hafði bara benda á Klimaskógfondinn sem þá danski kolumnsjóðurinn. Þeir eru með flotta heimasíðu sem hægt að kíkja á. Ef við viljum að bankar og fjárfestar fjármagni skógrækt þá þarf lágmarks fyrirsjáanleika í tekjum og það er verðgólf uppboðsvettvang eins og gert í Bretlandi, tryggt lágmarksverð, það er líka til í Bretlandi. Ég er ekki að halda það fram að ríkið þurfi að stýra markaðsverðinu en það þarf að tryggja að einhver botn sé til staðar. Bendi ég á að það er hægt að skoða útland karbonkót og þar var kerfin nota sem heitir útland karbongarantí sem er núna vargir nota til þess að koma markaðnum stað en er ekki í gildi lengur en það má kynna sér það samt. Svo veltir maður fyrir sér við byggjum orkukerfi með ríkisstuðningi, við byggjum vegi fyrir ríkisfé, við tryggjum lán, ríkið ábyrgist lán á ýmsum atvinnugreinum og af hverju ekki kolefnisinnviði? Af hverju ekki ríkisábyrgð eða ábyrgðarlánasjóð eða blanda fjármögnun? Ríkið þarf ekki að borga allt en það þarf að deila áhættunni og aðstoða við að minnka hana. Nú, ef að ríkið ætla sjálft að ná kolefnishlutleysi, af hverju kaupir það ekki bindinguna heima? Manni finnst það sanngjörn spurning og núna er þetta náttúrulega mikið kolefniseiningar í byggð og
ef að ríki kæmi inn í að kaupa þær einingar þá var hægt að tryggja eftirspurnina og lækka fjármögnunaráhættuna og þá kostnað og halda verðmætum innanlands. Fá mér í glassopa hérna. Í dag loftslagsstefna landbúnaðarstefna og fjármálastefna ekki fullkomlega samhæfðar. Við þurfum eina skýra stefnu náttúrutengdar lausnir, náttúrutengd verkefni. Í dag þetta svona frekar brotakennd nálgun. Skógrækt ekki bara kolefni þegar maður tala skógrækt sem loftslagsinnvið. Skógrækt aðlögun og loftslagsbreyting, hún jarðvegsvernd, hún líffræðileg fjölbreytni, hún atvinna á landsbyggðinni og við eigum að hugsa hana þannig sem loftslagsinnvið, ekki styrkjaverkefni. Við getum velt fyrir okkur bara hvað gerist ef ríki gerir ekki neitt. Þá náttúrulega uppbyggingin á þessum markaði frekar hæg. Fjármagnið fer í erlendar einingar og Ísland þarf þá að kaupa einingar síðar sem eru kallaðar ITMO eða International Transferable Mitigation Outcomes og við vitum í raun og veru ekkert hvað þær kosta og hverju þær eru í framtíðinni. Mjög líklega hærri kostnaður ríkissjóðs. En þetta verður örugglega dýrara og við getum borgað íslensku bændum, landeigendum núna eða keypt einingar erlendis seinna. Ef að ríki kemur í verkefni og grípur inn í, þá ætti það að auka fjárfesting á landsbyggðinni, auka skatttekjur, minni þörf á erlendum einingum alveg klárlega og sterkari og ég myndi svona sjálfstæðari loftslagsstefnu. Þetta ekki bara loftslagsstefna, þetta líka efnahagsstefna. Ef ég ætti að súmmera upp kannski eitthvað skilaboð, þá mikilvægt að skýra stöðu innlendra eininga, setja verkgólf eða tryggja lágmarks fyrirsjáanleika, dreifa áhættunni með þeim sem fara í verkefni, samræma stefnuna og kaupa innlenda bindingu eða samdrátt. Kannski bara skilaboð til skógarbænda eða landeigenda að í mínum huga það ekki jaðarverkefni í loftslagsmálum, þið eru bara lykillinn að lausninni en lausnin krefst samstarfs og skýrrar aðkomu ríkisins. Og ef Ísland vill raunverulega kolefnishlutleysi þarf að byggja kolefnisinnviði á Íslandi. Spurningin ekki hvort við höfum landið, ekki hvort við höfum þekkinguna, heldur hvort við höfum bara pólitíska vilja til að setja þetta í forgang. Takk fyrir mig. Við höfum tíma fyrir eina spurningu ef ykkur eru, annars getið náttúrulega alltaf örugglega sent bara spurningar á Gulla ef þið hafið eitthvað sérstakt sem við spyrjum. Ykkur hendi upp í salnum? Nei, þá bara vindum við okkur í næsta erindi. Næstir eru þeir Hilmar Gunnlaugsson og Valdimar Einarsson sem ætla að fjalla fyrirlestur með þér og málsókn. Hvað getum við lært af henni? Og, já.
eitthvað núna? Það komið í sæl, heyrið í mér. Nær, heyrist núna. Heyrist ekkert í mér. Heyrist í mér núna. Ekki nógu mikið, svona kannski. Heyrðu, jæja. Já. Þetta ekki eins og þetta átti að vera. Það hérna, auðvitað að gera. Það enda á þrjú aftur. Nú það komið. Svona, nú heyrist örugglega í mér. Við erum tveir hérna, ég sem sagt heiti Valdimar Einarsson og vondi kallinn. Það er að segja, ég skógfræðingur Yggdrasil Carbon og með mér Hilmar Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri. Ég ætla að fá að byrja þetta. Við ætlum aðeins að fjalla hérna 2 verkefni sem hafa verið svolítið í fjölmiðlum. Þverárverkefni lenti í svolítið slæmum málum sem við ræðum hérna betra eftir, en við fengum á okkur kröfum að fara í mat- og umhverfisáhrifum á því verkefni. Þetta byrjar samt allt saman í Saltvík. Og Kolviður var með verkefni þarna í Saltvík eða í Ærvíkurhöfða og vildi fá meira land. Sveitarfélagið ákveður að fara í svona útboð eða leita tilboða í ákveðin part af landi Saltvíkur og við fengum hann að hluta og Kolviður fékk svo stærra svæði niður í Ærvíkurhöfða. Við vorum komin framkvæmdaleyfi í apríl 2024 og í Þverá stuttu seinna. En við þurftum að breyta í rauninni svæðinu á Saltvík 2 sinnum. Út af minjum og út af fuglaskoðunarsvæðum og þannig að það færðist töluvert mikið. En svona tölulega staðreyndir Saltvíkurverkefnið að heildarsvæðið um 160 hektarar. Úrtökin alls eru 47,82 hektarar og þar að vera ógrónir melar 12,6 hektarar, 15 metra úrtök sem eru vegna slóða og við ákvaðum að hafa 15 metra slóðabuffer sem að myndi þá nýtast líka sem eldvarnarbuffer í leiðinni sem ekki bara rými fyrir slóða. Svo erum við með náttúrulega 15 metra lögbundið öryggisvæði á Minjar sem eru 10,5 hektari og svo tókum við sérstaklega út aðalbláberjalyng, sem var áberandi mikið aðalbláberjalyng og það voru 7,5 hektarar og önnur úrtök voru bara 0,16. En þetta uppalega svæðið og þarna kom upp mikið af minjum og annað slíkt og efri hlutin á þessu svæði eiginlega neðsti hlutin á svæðinu sem í dag. En þá víkjum okkur að Þverá og þar sama fjölskylda búin að vera lengi og Tryggvi Óskarsson hefur átt jörðina í 60 ár og þeirra svona
sín var að þeir vildu leggja sitt að mörkum fyrir markmið Íslands að ná 5% þekju, skógaþekju, og þeir ákveða að taka cirka 4% jarðarinnar undir skógrækt og hafa samband við okkur og það við semjum við þau og förum á stað í þetta verkefni. Og það er með sér fjallað þessi áform í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins. En við þarna lendir umræðan, við erum svo óheppnir að vera nálægt Saltvík, það með sér sést á milli verkefnana, að þeir lenda, svolítið í barðin á neikvæðri umfjöllun. Og þetta er nú bara svona drónamynd sem ég tók í vor, og þetta er norður endi þverárverkefnisins, og getum kannski notað hana, komum tilbaka, notað hana fína bendil hérna, ef það virkar, það virkar ekki. En þið sjáu þarna fjær, þar sést nú í svæði þar sem eru 60 hektara kornmakur. Og svo er Saltvíkur verkefni þar fyrir ofan. Ég held að ég láti þetta duga hjá mér og Hilmar tekur við. Já, takk fyrir Valdi og takk fyrir að leyfa okkur að koma hérna og fara aðeins yfir þetta. Það skal alveg viðurkennt að það er okkur kannski aðeins erfitt líka vegna þess að þetta varð ótrúlega mikið tilfinningamál. Nú ég veit alveg að þessi hópur hér man eftir umræðinu sem varð og hún varð ansi mikil og hún varð óþarlega tilfinningarík strax í upphafi og það skýrist kannski af því að henni var startað með myndbandi sem að mjög fullorðið maður sem hafði verið að sækja svæðið út af berjatínslu var svona í forgrunni og síðan voru staðhæfingar sem áttu engan rétt á sér það að það væri búið að selja allar þessar einingar til útlendinga og ýmislegt svoleiðis sem að svona var til þess að þetta varð ofboðslega skrítin umræða og veist, það komu svona fyrirsagnir okkur og miklar svona sterkar staðhæfingar þó að þarna eru 3 miðlar. Mig langar aðeins að staldra við RÚV og það er frétt þarna sem við sjáum núna markmið að búa til útivistarskóg og fjármagna. Þetta er vísan til viðtals við mig sem að var líklega númer 4 eða 5 í röðin af umfjöllun RÚV þetta verkefni. Og mér langar bara að deila þið með ykkur að þegar það er hringt í mig 1,5 tíma fyrir hádegisfréttir og lág rosalega og komið sér hádegisfréttir, það voru 2 fréttapunktar sem áttu að koma til skila. Og það var gengið á mig hver vottaði þetta verkefni og hverjir keyptu seiningar. Þetta var fréttamat þess fréttamann sem hringdi í mig. Og ég svaraði þessu. Og af því að svörin mín voru auðvitað það er ekki búið að votta þetta og það er ekki búið að selja neitt. Þannig að við gerum þetta í réttri röð. Og þá koðnaði niður og í stað þess að flytja þá frétt, þá var einfaldlega ekkert sagt. Og ég leyfi mér að gagnrýna RÚV sérstaklega, en ég geri bara meiri kröfu til RÚV heldur en annara einkarekinna fjölmiðla. Og þess vegna fannst mér þessi nálgun vera mjög óheppileg og í stað þess að slá á umræðuna að þá var þetta þakkað og öðru haldið á lofti. Og svo er það bara þannig að ef maður lendir einu sinni núna í nútímanum í fréttir þá er sagan alltaf rifjuð upp. Alveg sama hversu rangt það kann að vera. Þannig að þegar við lesum fréttir þá kom alltaf linkarinn og eldri fréttir sem tengjast þessu. Þetta, og það er það sem ég vil kannski aðeins koma til skila áður en við förum að víkja að síðan stjórnsýslunni. Þetta hafði gríðarleg áhrif. Þetta var ofboðslega erfitt fyrir fólkið okkar. Við erum bara lítið fyrirtæki sem voru búin að fjárfesta okkar eigin peningum í fullt af verkefnum. Og við fengum mjög mikið af símtölum, tölvupóstum og þess að frá mjög reiðu fólki. Fyrir utan síðan þá sem stukkuðu þetta á vagnin sem höfðu kannski eitthvað annað agenda.
Þetta var mjög erfitt fyrir starfsfólki okkar, miservitt auðvitað, en sumir tóku þetta mjög inn á sig. Verktakar fengu að finna fyrir því, þeir voru nánast eldir og meira að segja önnur verkefni líka því mann held að við værum þar, að þá var að fara að ráðast á þau. Viðskiptavinnir, það var hringt í alla sem að mann gátu fundið út að höfðu einhvern tíðan keypt einingar í bið á okkur og við fengum hringingar þar sem voru beðnir að taka logoinn af heimasíðun okkar. Hluthafarnir stóðu náttúrulega frammi fyrir erfiðri stöðu vegna þess að við erum bara einkaríki fyrirtæki og höfum þurft að sjá þetta sjálf og ákvaða að standa með því sem betur fyrr. Nú síðan auðvitað hafði þetta mikil áhrif á geirann og sérfræðingun og ég ætla ekki að ítrekka það hér fyrir fram að þennan hóp, en það sem var vont að finna auðvitað hafði þetta áhrif á embættismenn, á stjórnsýsluna og stjórnmálamenn. Þetta náði bara eyrun þeirra og menn urðu bara hrættir. Það var svolítið mikið þannig. Þannig að ég vildi koma þessu til skila, en það sem gerði síðan, bara út af þessari umfjöllun, það voru 2 félög sem að kærðu þessi mál saman, Saltvík og Þverá, til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, algjörlega byggt á fréttaumfjöllun. Höfðu bara upplýsingar úr fréttamiðlun. Gerðu til dæmis kröfum stöðvun framkvæmda. En svo þegar við bendum að við erum búin, að þá var þetta fallið frá því. Þessu máli var að vísa frá úrskurðarnefndinni af því að þessir aðilar höfðu ekki kæruheimild. Hins vegar var stemningin þannig, vil ég meina, og ég auðvitað að tala frá og þetta með tilfinningamál, þannig að ég ekki alveg hlutlaus, að úrskurðarnefndin sá sig núna til þess að skrifa leiðbeiningar það að því miður verðum við að vísa þessu frá að því það hafi ekki kæruheimild, en skipulagsstofnun gæti nú kannski á sjálfstæðum tekið þetta upp ef þið bendið þeim á það. Það er bara skrifað í úrskurðin. Og að sjálfsögðu gerðist það. Og svona frétti ég af því. Ég var reyndar í fríi í janúar 25, þannig að þegar ég lendi inn á RÚV í mínu fríi, þá sé ég þessa frétt. Staðhæfing það að við höfum ekki farið að lögum. Og það er bara þannig að þannig erum við búin að eyða öllum þessum fjármunum í þetta og ef við förum ekki að lögum, þá fáum við ekki vottun. Þá fáum við ekki einingar til þess að selja. Þannig að þetta er ekkert smámál fyrir okkur að fá svona staðhæfingu í fjölmiðlum. Og ég kom að fjöllum en þess að ég hafði ekki heyrt neitt í skipulagsstofnun eða neinum. Ég hringi í þennan fréttamann og spyr hvaðan þessi staðhæfing komi, hvort að hún vil ekki breyta þessari fyrirsögn og vera þá allavega með einhvers konar svona að séu kannski meiningar þetta. Viðkomandi fréttamaður sagði mér bara að hún hefði þessar heimildir frá skipulagsstofnun. Og þegar ég áttaði mig á bréfi sem skipulagsstofnun hafði þá sendt til Sveitafélags Norðþings og afrit til okkar, að þá var það tvennt. Þeir voru að skoða með Saltvík hvort þetta væri í samræmi við lög, en í tilviki Þverár voru þeir búin að mynda sér þá skoðun að þetta var ekki í samræmi við lög. Við hefðum átt að tilkynna verkefnið þó það væri undir 200 hektur. Nú, við fórum í samskipt við skipulagsstofnun og best að halda því til haga þeir fjallustu auðvitað á að gefa okkur andmælarétt, þó þeir væri búin að mynda sér þess að skoðun þarna. Þannig að við fengum að skrifa bréf og sendum þau inn og svo fengum við niðurstöðu frá þeim sem að kom kannski ekki óvart og var bara svo sama og þeir höfðu komist að í janúar. Og þannig í maí skilaði þær þessu. Rökin voru þau að Þverárverkefni væri inn á vatnasviði Laxár í Suðurþingeyjarsýslu og þeir vísu í lög vernd Mývatns og Laxár. Það sem eru 2 skilgreind svæði, annars vegar verndarsvæði sem 200 metra ræma með frá Laxánni og hins vegar vatnsverndarsvæði sem allt vatnasvið. Og þeir túlkuðu sem sagt svo að vatnsverndarsvæði væri í skilningi laga umhverfismat verndarsvæði. Slík niðurstaða risamál og ekki bara fyrir skógrækt. Það bara sama hvað þú ætlar þá að gera þar, þá þarf það að fara og vera með tilkynningu. Þóttu sér bara byggja útihús eða eitthvað smotteri. Þannig að þetta var á skjön við fyrirframkvæmd og mjög svona íþyngjandi niðurstaða. Við sendum inn fyrirspurn, þó við værum ekki sammála. Og rökin fyrir því var í fyrsta lagi skipulagsstofnun hótað okkur dagsettum, ef við gerum það ekki. Í öðru lagi þá skoðum við alla úrskurði eða allar ákvarðanir þeirra í svona málum út á skógrækt og það alltaf í þeim tilvíkum þar sem við vorum ekki aðilar verið svo niðurstaða
að þetta þyrfti ekki umhverfismat. Og þá vorum við alltaf líka að horfa á verkefni sem að, já ekki reyndar alltaf, stundum voru þau stærri, en þetta var mjög skýrt þegar þau voru minna en 200 hektarar. Þannig að við mátum bara réttar ástandið þannig að þetta væri nú kannski bara formsatriði og við skildum ekkert vera að slást meira á þessu stigi, heldur bara að senda inn fyrirspurnina. Nú ferli Skipulagsstofnunar lauk í október 2025 með þeirri ákvörðun eins og Valdimar kom inn á áðan að við þyrftum í umhverfismat. Þeir töluðu ekkert við landeigendur í sinni vinnu og það voru 3 efnislegar ástæður. Ég ætla nú að stytta mál mitt aðeins, en í stuttumáli að þá erum við ósammálaðum öllum efnislega, fyrir utan svona lögfræðilega hlutina þessu. En ég vil aðeins staldra við eitt, þeir nefnilega fóru fram og töldu þar í sínu niðurstöðu að þetta meta sammögnunaráhrif þverárverkefnisins sem er þarna uppi við, ekki við Saltvík, heldur við Laugasel sem er þarna niðri. Ég held ég fari rétt með 35 km loftlínu í burtu og víðar sem er við hliðina á Laugaseli. Og af hverju ætli þetta hafi verið? Ég ætla bara að velta upp spurningu. Ætli það hafi verið af því að það hafi borist bréf til Skipulagsstofnunar þessi 2 verkefni í Laugasel og Víðum þar sem menn héldu að við værum með þau bæði og þess vegna ætti að skoða þau sérstaklega. Við vorum með annað þeirra, en það merkilega var að þeir höfðu áður komist þær í niðurstöðu að sammögnunaráhrif Saltvíkurverkefnisins við Ærvíkurhöfða í kílómetersfjarlægð væru engin. Þannig að okkur fannst þetta mjög svona sérstakt. En hvað það? Við kærum þetta og landeigendur fengu aðild hjá fyrir úrskurðarnefndinni sem var vel og þann 21. janúar var kveðinn upp úrskurður núna á þessu ári þar sem að felld var úr gildi ákvörðun Skipulagsstofnunar. Og það var eiginlega fyrst þá sem að fattaði hvað þetta er mikið tilfinningamál hjá manni. Hver léttirinn var mikill. En þess að þarna vorum við búin að vera með ég leiði mér að segja nokkur 100 milljónir í gjörgæslu það hvort að við fengjum einhvern tíman einingar um það. En af því að Laugasel er líka á vatnasviði Laxára þá skiptir þetta líka máli fyrir það. Þannig að niðurstaðan var þessi og loksins má segja að það sé búið að slá botni í þetta mál. Það er klárlega lærdómur sem að má draga þessu og það er klárlega margt sem er hægt að gera betur. Við teljum til dæmis að við hefðum geta gert betur í samtalinu við nærsamfélagið. Alveg klárlega. Og maður svona eftir á maður hálf svektu verðin að við heldum fund sem sum ekki að koma á 2022 áður en við plöntuðum okkar fyrstu plöntu til þess að segja frá áformum okkar. Það er í gold standardverkefnir okkar. Og þannig að við hefðum klárlega geta gert betur. En síðan er ýmis fagleg atriði sem að hægt er að bæta og hafa verið bætt eftir þetta og svo loks varðandi fjölmiðla og upplýsingaáreiðu að ég viðurkenni það að eftir á að hyggja þá hefðu við ekki átt að vera jafn mikið upptekin í því að læra af þessu, heldur hefðu við kannski þurft að svara skýrara og stíga fastar fram. En þess að það er bara þannig í nútímanum að það er það sem telur en ekki svona tími fyrir faglega umræðu. En ég þakka fyrir og byrst follows að það farið yfir tíman. Nú af því við erum aðeins komið fram með tíman þá ætlum ég bara að leggja til að þeir sem hafa spurningar til þessar ágætu herramanna nýti kaffihléið í það og við bara vindum okkur í snarhasti í næsta fyrirlestur. Það er Ásdís Björk Friðgeirsdóttir og hún ætlar að fjalla fyrirlestur hennar heitir Uppland Garðabæjar, greining á hættusvæðum í gróðureldum. Þetta svona eitthvað aðeins. Já. Já, góðan daginn, heyriði í mér? Já. Ok.
Já, Ásdís Björk heiti ég. Ég útskrifaði sem skófræðingur síðastliðið vor og hérna er starfandi verkstjóri garðyrkju hjá Reykjavíkurborg. Nú ég var svo heppin að fá þetta verkefni í hendurnar sem var hluti af skyldunámskeiðinu landslagsgreining í skógfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. En verkefni var unnið í samstarfi við Sveitafélagi Garðabæ vorið 2024 þar sem tengiliður við Landbúnaðarháskólann var Hrönn Hafliðadóttir, landslagsarkitekt og verkefnastjóri skipulagsmála hjá Garðabæ og leiðbeinandi var Hermann Georg Gunnlaugsson, einnig landslagsarkitekt og þáverandi brautarstjóri landslagsarkitektúr og aðjúnkt hjá skólanum. Og þetta eru þeir hagsmunaaðilar sem að verkefnið sneru Landslagsgreining var notuð til að skilgreina hættumat vegna gróðurelda á grónu landi í upplandi Garðabæjar. En með landslagsgreiningu er samvinna höfð að leiðarljósi þar sem leitaði leiða og þekking öflum til þess að auka sameiginlegan skilning og með þekking og umrættu svæði sem leiðir oft til meðvitaðrar ákvörðunartöku án ágreinings. En stærsti hluti upplands Garðabæjar tilheyrir heiðmörk en einnig er sandahlíð hluti af svæðinu. Nú hæðarlega landhalli og landgerðir var skoðað vel. Nú í skýrslu frá Stjórnarráði Íslands kemur að þetta fram að gróðureldar flokkast sem náttúruvá en ljóst er að ein mikilvægasta forvörnum til að draga úr og jafnvel fyrirbyggja náttúruhamfarir vegna náttúruvár er gott skipulag. Það byggir meðal annars á hættu og áhættumati. En með slíku verklagi má draga verulega úr tjónami samfélagsins og auka siglu þess en hættu og áhættumat stuðlar einnig að bættu eftirliti vegna náttúruvár. Það var unnið með þessar skilgreiningar frá almannavörnum höfuðborgarsvæðisins hááhættusvæði og hættusvæði. En markmið verkefnisins var að tengja greininguna á upplandi í áhættu og hættusvæði með tilliti til gróðurelda við ákveðin þemu sem voru skoðuð út frá hættu vegna bruna og skógar og gróðurlendi. Þema 1 er landmótun og vatnafar en heiðmörk er samfellt útivistar, verndar og skógræktarsvæði. Út frá megindráttum landslags þá skiptir svæðið upp í nokkur svæði, það er Vífilsstaða, vatn og umhverfi, Grunnavatn niðra og syðra, Sandahlíð, Vífilsstaðahlíð og Hjallamýrskengi. Tema 2 er jarðveg, gróðurfar, dýralíf og veður en í þessari töflu er bruna áhættaflokku í litla, meðal og mikla eftir því hvernig trjátegunda skóg er að ræða, hversu gamall skógurinn er og hversu djúpur grunnur jarðvegurinn er. Minnst bruna áhætta er í gömlum laufskógi í djúpum jarðvegi því þar er mesti rakinn, en mesta bruna áhættan er í ungum furuskógi í grunnum jarðvegi því furuskógar eru oft á þurru landsvæði. Töluvert er ungan furuskóg á svæðinu sem ég fer nánar í á eftir. En vel hefur tekist til við að hólfa gróður í skógarlund á svæðinu nema þar sem þéttan skóg er að ræða, en hólfun gróðurs dregur mjög úr útbreiðslu gróðurelda þó að áhættan sé alltaf á að gróðureldur breiðist út með lággróðri. Nú þema 3 snýr að landnotkun, innviðum og mannvirkjum sem vegur þungt í þessari greiningu. Skógrækt er skilgreind sem frumframleiðsla á svæðinu, þéttur skógur er í Vífilsstaðahlíð og Hjallamýrskengi og þarf að passa vel upp á að grisja þar mjög reglulega, en það var til dæmis gert í Vífilsstaðahlíðinni árið 2022 sem liður í eldvörnum. Í forvarnaskýrni hefur Skógræktarfélag Reykjavíkur líka verið að kurla af sagaðar greinar og saga þær kubba sem eru svo faldir í skóginum fjarri vegum. Jafnframt hefur Skógræktarfélagi verið að grisja meðfram vegum til að reyna að koma í veg fyrir að eldur dreifist yfir vegi. Uppland Garðabæjar er mikið notað fyrir hvers konar útivist og mikill fjöldi gesta heimsækir svæðið allt árið kring. Árið 2023 taldi teljar við Vífilsstaðavatn rúmlega 105.000 ferðir. Útilífsmiðstöðin Vífilsbúð reis á síðustu árum en ekki var búið að taka hann í formulega notkun vorið 2024. Auk skátastarfs er útilífsmiðstöðin hugsuð fyrir útikennslu og útieldun, leik- og grunnskólabarna og sem áningarstaðal almennings í skipulögðum útivistaviðburðum. Mikill furuskógur er að vaxa í kringum Vífilsbúð sem gæti skapa meiri hættu vegna gróðurelda í framtíðinni.
En í júní 2020 gaf heilbrigðisnefnd starfsleyfi til rannsóknarbórunar við Grunnuvötn og grundvelli þess að borholan er nálægt öryggissvæði vatnsverndar höfuðborgarsvæðisins en ekki á vatnsverndarsvæði. Skátafélag Vífils sótti leyfi til að fá aðgang að vatni fyrir Vífilsbúð og í framhaldinu var settur upp brunahani sem sést á myndinni, þar sem slökkvilið hefur aðgang að 36.000 lítrum af vatni. Grill aðstöður í Skóglendi hafa ekki verið vandamál hingað til samkvæmt slökkviliðinu, en voru 2024 var hvorki grillaðstöður í Vífilsdalhlíð né á Hjallasvæðinu. Grillaðstöða var þá í Sandahlíð og gert er ráð fyrir grillaðstöð í göngufæri frá bílastæðum í Vífilsdalhlíð og í Vífilsbúð. Nú mikilvægt er að hafa eldklöppur nálægt grillaðstöðum og upplýsingaskiltum með leiðbeiningum eldhættu, varnir og viðbrögð. Skógræktarfélagið hefur sett upp eldvarnarstöð í Vífilsdalhlíð á trébretti með eldklöppum, skóflu og könnum til eldvarna og upplýsingum að hringja í 112. Því þó eiginleg grill aðstæða hafi ekki lengur verið í Vífilsdalhlíð þá er alltaf eitthvað það eldur er kveiktur. Gott viðmið er að hafa 5 eldklöppur á hverri eldvarnastöð. Vilji er til staðar til að setja upp svona stöðvar á fleiri stöðum á svæðinu, en mesta vandamáli er að búnaðinum er stólið. Ennfremur er mikilvægt að hafa gróðurlítið eða gróðursnaut í alltaf 1,5 metra fjarlægð frá mannvirkjum og úti eldunar aðstöðum. Háspennulínur liggja við svæðinu árið 2022 var gerð umtalsverð grisjun og gróðri undir háspennulínum til að draga úr hættu og eldsvoða. Mikilvægt er að tryggja góðar samgöngur á svæðinu og mögulega flóttaleiðir ef til neyðarástands kemur eins og til dæmis gróðureeldur. Ákjósanlegt er að hafa sem fjölbreyttastar flóttaleiðir úr Heiðmörk til að tryggja að fólk lokist ekki inni og samgöngur þurfa að tryggja aðgengi viðbragðsaðila á ýmsa staði á svæðinu. Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur áhyggjur af ástandi vega og stíga á svæðinu og hefur beðið ofaníburð. Nokkrir vegir eru á svæðinu og einnig er þó nokkuð reið og gönguleiðir. Línuvegur í eigu Landsness liggur í gegnum skóginn í Vífilsdalhlíð og að Vífilsbúð. Vegurinn er 4 metra breiður, frekar grófur og torffæra köflum með stórum steinum. Skátafélagið Vífill hefur lagt fjármuni í að laga línuveginn þó félagið eigi hann ekki. Samkvæmt slökkviliðinu þá þolir vegurinn upp að Vífilsbúð líklega 1 dælubíl sem vegur 17 til 20 tonn en tankbíll er mun þyngri. Samkvæmt Skógræktarfélagi Reykjavíkur eru vegir Heiðmörk ekki byggðir með það að leiðarljósi að bera slökkviliðsbíl. Burðarþol Elliðavaðsveg er 7 tonn þar sem farið er Heiðmörkuveginn en 5 tonn aðeins norðar. Burðarþol fer þá mikið eftir veðuraðstæðum. Ef þurft hefur verið veðri þá ætti vegurinn að þola umferð slökkviliðsbíla en annað gæti verið på teningnum ef bleita er í veginum. Burðarþol vegar einna verst þegar frost er að fara í jörðu en þá er líka ástímið þegar hætta á gróðuröldum er mjög mikil. Slökkviliðsbílar voru að festast við slökkvistarf á gróðuröldunum í Heiðmörk 2021. Í austurátt frá Vífilsbúð er tæplega 2 km reiðleiðis sem er 3 til 4 metra breiður malarstígur og liggur yfir í Kópavog. Slökkvilinu finnst ólíklegt að sú reiðleið hafi burðarþol í umferð slökkviliðsbíls, en það fer mikið eftir veðuraðstæðum. Þess með ennfremur geta stóri steinar hafi verið settir á reiðleiðina frá Vífilsbúð og yfir í Kópavog þannig að þá er enn ólíklegra að viðbragðsaðilar komist þarna um. Mikilvægt er að útfæra neyðarakstur á reiðleiðum í Upplandi Garðabæjar. Margar gönguleiðir er á svæðinu og nálægt einnig slíkri var Gaddavírskirðing sem greinir land Kópavogs frá Sandahlíðinni. En girðingin getur verið hættuleg fólki á flótta undan gróðureldi. Sveitafélögin í samstarfi Almannavernd ríkisins setja upplýsingaskilti eldhættu forvarnir og viðbrögð við vegi í Heiðmörk og vorin og voru þessi skilti sett við vegi í lok mars 2024. Sveitafélög og Almannavarnir þurfa einmitt að vera vakandi yfir forvörnum til að reyna að koma í veg fyrir gróðurelda. Nú ýmsar náttúruauðlindar er að finna í Upplandi Garðabæjar, vatn, ber og nytjar úr skóginum eins og viður, könglar og sveppir. Tetrafjarskipti eru til staðar fyrir viðbragðsaðila, internet og símasamband á að vera til staðar á þessu svæði en það eru alltaf einhver skuggasvæði. Símasamband var lélegt í Hjallamisgengi en það er búið að stilla spekla af til að fækka skuggum þannig að símasambandið ætti að vera betra núna. Vífilsstaðavatn ásamt næsta nágrenni var friðlýst sem friðland árið 2007. Markmið friðlýsingarinnar er að vernda vatnið ásamt fjölbreyttu og gróskumiklu lífríki þess. En þá komum við að vatnsverndinni en 1/3 af Upplandi Garðabæjar fellur undir vatnsverndarsvæði.
Hverfisvernd ákveðið af bæjaryfirvöldum og þá að ræða verndun svæða vegna sérstakra náttúru, landslags, söguminja eða umhverfis og útivistagildis, en án þess að lögformlega friðun sé að ræða. Þema 4 eru menningarminjar en rúmlega 40 minjar frá einum ýmsu tímum eru innan skipulagssvæðisins. Þar af 28 vörður og vörðubrot. 2 af minjunum á svæðinu eru skráðar í hættu vegna trjáræktar, sauðahellir og stekkur í Stekkatúni. Báðar þessar minjar eru í Vífilsstaðahlíð. Þema 5 fjallar menningarlega skírskotanir en nokkur samkomusvæði eru í upplandi Garðabæjar. Töluvert gamlar menningarlega skírskotanir og eru flestar fornleifarnar dæmi slíkt. Þær eru hluti af upplifuninni og geta stutt við frekari notkun svæðisins til útivistar með því að draga að gesti. Til dæmis Gunnhildur sem myndarleg grjótvarða og hafði mikið gildi fyrir sjúklingan á Vífilsstöðum því margir höfðu það fyrir reglu að ganga upp að vörðinu til að mæla þrek og úttalt á staðarleiðu. Þema 6 snýr að rými og fagurfræði en fólk kemur í uppland Garðabæjar til að njóta útiveru, víðáttu, náttúru og útsýnis. Staðsetning útilífsmiðstöðvarinnar var valin í nálægð við háspennulínur, ef til vill svo byggingin myndi ekki hafa eins mikil sjónræn áhrif. Líklega var ákveðið að hafa hann upp á hæðinni því það mikið svæði en sem að mestu leyti hægt að hafa útaf fyrir sig og eykur það notagildið. Í þessu verkefni voru skilgreiningar almannavarna höfuðborgarsvæðisins notaðar til að flokka ákveðin einkennisvæði, hááhættusvæði og hættusvæði í gróðureldum, aðalega út frá áhættu og hættu fyrir fólk. Hááhættusvæði eru því fyrst og fremst skilgreind sem svæði þar sem líf fólks í hættu í gróðureldum. Hættusvæði eru skilgreind sem svæði þar sem líf fólks geti mögulega verið í hættu í gróðureldum og þar sem minja lífríki og náttúra í hættu í gróðureldum. Þættir út frá skilgreiningum almannavarna höfuðborgarsvæðisins voru notaðir til greiningar á hááhættu og hættusvæðum. Í þessu verkefni var ennfremur horft til hvort mannvirki, menningarminjar og friðlýsing væri til staðar. Upplandi Garðabæjar var skipt í nokkur einkennisvæði sem voru túlkuð eftir fyrrgreindum þáttum. En já, sökum svona tímaleysis að þá ætla ég að hlaupa hratt yfir túlkarinnar. Þannig að það var þarna fyrst á Vífilsstaða, svo Vífilsstaðahlíð, Skógagarður í Sandahlíð, Vífilsstaðasel, svæði í kringum útilífsmiðstöðun og Grunnavatn nyrðra, Hjallamisgengi, svæði fyrir sunnan útilífsmiðstöðun og að Hjallamisgengi og svo hérna svæði fyrir sunnan Sandahlíð. En já, það var sem sagt gerð svona, sett upp í svona töflu. Þættur og einkennisvæði voru sett í þessa töflu á samt einkunnagjöf til að greina svæðin eftir hááhættu og hættu í gróðureldum. Einkunnin 2 var gefin þar sem þátturinn þótti eiga mikið við og þar sem mannslíf í hættu í gróðureldum. Einkunnin 1 var gefin þar sem þátturinn þótti eiga aðeins við þar sem mannslíf getur mögulega verið í hættu og þar sem minja lífríki og náttúra í hættu í gróðureldum. Samtals einkunnagjöf gefur svo til kynna hvort hááhættu eða hættusvæði að ræða. Hááhættusvæði eru þá litu rauð og hættusvæði gul. Einkunnin 9-11 vísa til þess að hááhættusvæði að ræða en einkunnin 7-8 að hættusvæði að ræða. Það sem lita grátt tengist þeim þáttum sem lagt til að séu líka notaðar við greiningu á hááhættu og hættusvæðum gróðureldum. Það hvort mannvirki sé til staðar, menningarminjar og friðlistsvæði. 3 einkennisvæði enda með báða litina, gult og rautt, en það mismunandi hvort þau svæður greind sem hááhættusvæði og hættusvæði eftir því hvort eingöngu stuðst við skilgreiningar almannavarna höfuðborgarsvæðisins eða hvort hort til allra þáttana. Þegar eingöngu stuðst við skilgreiningar almannavarna höfuðborgarsvæðisins þá flokkast Vífilsstaðahlíð, Vífilsstaðasel og Hjallamisgengi sem hááhættusvæði. Helstu þættir sem leiða til þessar niðurstöðu eru að þessum svæðum mjög þéttur gróður, aðgengi að vatni á svæðum ekkert eða takmarkað og svæðin eru fjölsótt af almenningi. Ennfremur aðgengi slökkvilið slæmt í Vífilsstaðahlíð og að Vífilsstaðaseli. Þegar allir þættirnir eru teknir með þá flokkast sömu svæði áfram sem hááhættusvæði ásamt friðlandinu í kringum Vífilsstaðavatn, Skógagarðinum í Sandahlíð og svæðinu í kringum útilífsmiðstöðun og Grunnavatn nyrðra. Helstu þættir sem leiða til þessara niðurstöðu eru að á þessum svæðum þéttur gróður, aðgengi slökkvilið sem metið sem slæmt og almenningur notar þessi svæði mikið til útivistar. Á þessum 3 svæðum sem bættust við þegar allir þættirnir notaðir til greiningar eru það menningarminjar, mannvirki og friðlistsvæði sem gera þau svæði líka að hááhættusvæðum. Í þessu verkefni var sérstaklega horft til svæðisins í kringum útilífsmiðstöðun og Grunnavatn nyrðra
í ljósi þess að þetta svæði verður nú mikið notað fyrir börn og ungmenni á komandi árum í tengslum við útilífsmiðstöðuna Vífilsbúð. En önnur svæði flokkuðust sem hættusvæði. Nú ef horftur á greininguna þannig að reyndur að komast að því á hvað þætti hægt að hafa áhrif, þá ljóst að ásögn almennings til að koma svæði til útvistar mun aukast á næstu áratugum og því mun há áhættu og hættu aukast með auknum fjölda fólks á svæðinu. Bæði vegna fólksins því með auknum fjölda fólks eykst hættan á gróðurhöldum af mannavöldum og einnig fyrir fólkið því með auknum fjölda fólks þá eykst hættan á að fólk beri skaða af gróðurhöldum. Almenningur vill hafa gróður og sumstaðar þéttan gróður í Upplandi Garðabær. Eitt af því sem gerur Upplandi að því sem það í dag sem útivistarsvæði gróðurinn og þéttur gróður á vissum svæðum. Gæta þarf vel að forvörnum með gresjum og einnig hvernig gróður settir inn í svæði. Vífilsstaðahlíðin þarfnast jafnframt stöðugra vöktunar og gresjunar. Grillaðstað og fyrirætluð útihaldun skólabarna í Vífilsbúð varhugaverð og þarf að gæta vel að brunavörnum í því tilliti. Með tilkomu og nýtingu á borholu við Vífilsbúð tryggt aðgengi að takmarkauðu vatni á því svæði en til þess að slökkviliðið geti nýtt það vatn þá þarf það að komast að Vífilsbúð. Gert ráð fyrir að slökkvilið geti nota línuveginn sem liggur upp í gegnum Vífilsstaðahlíð en sá vegur grófur og torfar á köflum. Sinna þarf betur línuveginu með reglulegu viðhaldi og tryggja þarf aðgengi slökkviliðs yfir í land Kópavogs en núverandi reiðleið frá Vífilsbúð og yfir í Kópavog mjög ákjósuleg til að skilgreina sem flóttaleið, sérstaklega ljósi þess að línuvegurinn í gegnum Vífilsstaðahlíð ekki greiðfær og getur lokast vegna gróðurelda og einnig því Kópavogsmegin tekur svo línuvegur við í beinu framaldi. Það þarf að huga að aukna aðgengi slökkviliðs og tryggja viðhald og burðarþol vega og stíga í öllu Upplandi Garðabær. Vegir og stígar hafa líka þann kost að geta heft útbreiðslu gróðurelda. Ljóst þykir að það erfiðara að hafa áhrif á aðgengi að vatni sem mjög takmarka á flestum svæðum Upplandsins nema með því að bora eftir vatni eða tryggja aðgengi slökkviliðs og þar með fæst aðgengi að vatni að einhverju leyti. Það alveg að vera búið. En í nýlegum sinubrunni í Kópavogi Guðmundalund þá stöðvuðust gróðureldarnir við mjóan göngustíg í jaðri lundarins sem virkaði eins og eldvörn fyrir Guðmundalund. Þannig að göngustígar geta virka vel til að hólfa gróður. En þegar horftur á tengingu þátta við þema verkefnisins þá sést að flestir þættir tengjast þema 3 sem snýra landnotkun innviðum á mannverkjum en á það þema einmitt hægt að hafa hvað mest áhrif af þessum 6 þemum. Það svæði sem á helst brenna svæðið sunnan Sandalíðar, austan við Grunnavatn nyrðra og norðan við Vatnsundarsvæðið. Þar í raun engin há áhætta til staðar nema gagnvart aðgengi slökkviliðs og aðgengi að vatni. Og þá og svo bara þetta, í gróðureldum ber að vernda gróður, vernda svæðmenningarminjar og mannvirki. Við frekari framkvæmdir á svæðinu þarf að huga því að þær hafi ekki neikvæð áhrif á upplifun þeirra sem sækja svæðið og þar falli vel umhverfinu. Mikilvægt að fá sérfræðinga til að sinna greiningum af þessu tagi með bættu skipulagi og stjórnun. Og eftir að fara í gegnum þessa greiningu þá liggur það í augum upp að hægt að hafa mikil áhrif á aðgengi slökkviliðs og þéttleika gróðurs með auknu og bættu aðgengi slökkviliðs ásamt náinni vöktun og vexti gróðurs með viðandi viðbrögðum verið að stuðla öryggi fólks, menningarminja, verndarsvæða, mannvirki og gróðurs og draga þannig úr áhættu og hættu í gróðureldum í Upplandi Garðabær. Þannig að þetta ég bara vil færa þakkir til þessara aðila sem að komi að upplýsingaöflum fyrir þetta verkefni. Já, takk fyrir. Já, þekkum ástu sér fyrir fyrirlisturinn og við bara, því við erum nú komin aðeins eftir þá ætlum bara að vinda okkur strax í næsta. Það hann Eiríkur Þorsteinsson sem ætla að svita og heitir Viðarmiðlun Íslenskur burðarviður. Gjör svo vel Eiríkur. Ágætu ráðstefnugestir. Þakka ykkur fyrir að fá möguleika á því að spjalla eins við ykkur. Miklu nær. Já, ég reyni þetta svona. En það sem ég að fjalla raun að veru burðarvið og raun að veru getum við sagt sem svo að það ákveðin tímamót núna í viðarvinnslu hér á landi það að nú með sumrinu og jafnvel með haustinu að þá verða fyrirtæki í sögun farin að
selja burða við. Og Hlynur Gautu Sigursson sem okkar tæknimaður hérna, hann er búinn að vera að vinna mikið með mér í þessu verkefni. En áður en ég fer svona að tala mikið verkefni sem slíkt, þá langar mig til þess að byrja hérna og fara aðeins í fortíðina. En það er eins og maður segir sko að það var ákveðið að fara á stað með sýningu í Perlunni 1995, þar sem var verið og raun og veru sko, menn sögðu á þeim tíma væri algjör bjartsýni að gera. Við erum 3 hérna en þá sem voru komin nálægt þessu. Það er Björn, sem við köllum svona vinninir Skógarbjörn, og svo Jón Lofsson, hann var með í þessu. Og en markmiðið með sýningunni, það var að sýna þær iðnaðarvörur sem urðu til eða hafa orðið til. Og kannski það þekktasta í þessu dæmi var þarna þessi brú sem var gerð af límtré, og það er efri myndin tekin og þetta var sýnt þarna í Perlunni. Svona lítur brúin út í dag á neðri myndinni. En þarna var þessar sýningar, og svo voru þarna í tengslu við þetta ráðstefna með tilheyrandi fyrirlestrum. Nú, einnig ber rétt að nefna ákveðið fyrirbrigði sem var viðarvinnslan í Fossvoginum, og ég taldi rétt að nefna það að Davíð Oddsson, hann var mikill áhuga maður skógrakt og skógarvinnslu. Hann kom hérna að þessu og opnaði viðarvinnsluna formlega, og menn segja það að hann hafi fundið þetta nafn viðarmiðlun, og við komum til með að nota þetta orð í sambandi við þessi fyrirtæki sem við erum að fara að stofna núna viðarvinnsluna. Nú, einnig vil ég taka fram að BYKO var stór aðili í sambandi við þetta verkefni, og eitt frægt dæmi í þessu var það að gólfið þarna hjá forstjórunum, það var unnið úr lerki að austan. Nú, þið sjáu að myndin lengst til vinstri uppi, þetta er salurinn í Kópavogi, og þetta er fyrsta grisjunin sem fór fram og fór í vinnslu þarna hjá BYKO. Það kemur þarna úr Skorradalnum, og þarna sjáum við ágætismynd þar sem maðurinn stendur með eitt svona ból í hendinni. Þetta var svona það framtíðarefni sem við vorum með. Hérna eru stæðurnar áður en þetta fór í vinnslu, en þið sem hafa komið í salinn í Kópavogi, það þarf enginn að skamma sín yfir þeim veggjum sem þar eru, og hefur verið dálítið blástur fyrir marga hönnuði sem hafa verið að spyrja þessa hluti. Nú, síðan er það spurningin þessi, hvað höfum við afrekað síðustu árin? Nú, þá má kannski nefna það að það fyrsta sem við höfum gert er það að við hefum byggt hús úr ösp. Það er hjá honum Eymundi, og síðan byggðum við brú yfir Þjórsá, göngubrú, eða við byggðum ekki, við útugum efnið í þetta. Þetta er allt saman greni sem var unnið úr Haukadalsheiðinni, og það var kannski taka fram að þetta voru einir 500 bólir sem þurftum að nota í þetta allt saman, og þarna í þessu verkefni var fyrsta skiptið sem var framleitt límtré úr íslensku timbri. Þetta límtré, og það var menn, verkfræðingar og þeir höfðu enga trú á því að við gætum gert þetta. En við fórum og ræddum við þá sem sáum eftirlitið, Norsk Tréteknik,
og fórum í gegnum þetta með þeim og þeir samþyktu það að þetta væri ekkert vandamál þannig að við getum búið til límtré úr íslensku við. Nú, síðan þarna, má nefna hérna eitt skemmtilegt verkefni sem Sky Lagoon. Þar var Bjarki, hann framleiddi þarna efnið í þessa klæðningar þarna í votrýminu. Ég held að það hafi verið einni 10 kílómetrar, við minnum það. Síðan það nýjasta verkefnið, það Laugarás Lagoon og það hérna Þjórsárdalurinn, upp í Þjórsárdal, þeir framleiddu klæðninguna í þetta og þetta hefur vakið athygli og fyrir stuttu síðan voru meira að segja Svíar sem voru í sambandi við mig út af þessu og hafa áhuga á því að skoða þetta frekar. Sæll Jón, ég hef búin að vera nefna þig einu sinni. Nú sem sagt, hugmyndin okkar að við ætlum að byrja að framleiða burðavið og aðferðafræðin sem við notum við þetta svo sama og hérna hefur verið gerð á hinum Norðurlöndunum. Við erum búin að vera í sambandi við sem sagt Svía, Normenn og hérna Finna og átt okkur á því hvernig þeir standa að þessu. Þetta þessi litlu fyrirtæki og þeir kalla allir saman smósagarna. En málið sko einfaldlega þetta að þessi fyrirtæki í þessu löndum hafa verið starfandi í gegnum aldir og ævi og verið að saga efni fyrir burðarvirki í hús og þau hafa ekkert viljað fara viðurkenna það að þeir þurfa að fara í gegnum CE-merkingu á þessu timbri sem þeir eru að framleiða. Ef þeir fara inn í það þá þurfa þeir að borga fleiri milljónir til að komast í gegnum það og þeir hafa fengið samþykkt frá sínum opinbera stofnunum þannig að þetta ekkert vandamál, þeir vinna efni fyrir sitt umhverfi. Nú, hvernig virkar þetta? Það náttúrulega í fyrsta lagi það að þeir sem fara inn í þetta að vera með burðarefni og ætla að selja það, að þá þurfa þeir að vera með ákveðna menntun. Og númer 1 það að þeir þurfa að vera með þekkingu á því hvernig á að flokka timbur. Og það búa til námskeið sem Iðan fræðslusetur með og menn sækja, síðan eru þeir starfsmenn sem fara í þetta námskeið, þeir fara í próf á lokum og þannig það eru nokkrir hérna sem hafa gert þetta og þetta við gengi bara ljómandi vel. Nú, síðan líka hinn þátturinn sem númer 2 það að öll fyrirtækin sem fara inn í þetta þeir þurfa að vera með framleiðsluhandbók í lagi. Og framleiðsluhandbókin hún samanstendur á því að það eru upplýsingar tækin sem eru notuð, það er verkfæri svo til þess rakamælingar og annars líkt og það líka, við þurfum að vera vissir það að menninir kunna að flokka timbur. Þessar stæður sem eru hérna, þetta eru stæður sem voru að fara í brúna í Þjórsá. Og það og rétt að taka þetta fram, þetta allt saman unnið samkvæmt þessum staðli innsta 142. Það sá staða sem notaður við þessa greiningu. Nú, við ætlum sem sagt að stofna þetta félag sem heitir Viðamiðlun. Það Þröstur Eysteinn, hann kom með neitt nafn á þessa starfsemi og það að kalla þetta timburmenn. En það var svona flautað út af borðinu. En þetta verður staðsett á hjá Skógræktarfélagi Íslands verður þar og vefsíðan sem þetta fer inn á, það skógur.is /FM og þetta bara rétt að byrja að fara inn
og þannig að þið getið farið og skoða þetta og það er ekki mikið að sjá en hérna eru þetta við skiptum félagin upp í deildir, það er Vesturland, það er Norðurland, það er höfuðborgarsvæðið, það er Vesturland, það er hérna Austurland og það er Suðurland. Síðan sjáuð þarna fyrirtækin þarna undir, það er Skógræktarfélag Borgarfjarðar, Skógræktarfélag Eyfirðinga, Silfrarstaðir, Land og skógar, Skógræktarfélag Reykjavíkur, síðan er það þarna Austurlandi, það er skógarafurðir, það er Ilmur, Land og skógar og síðan Suðurlandi, það er Skógræktarfélag Árnesinga, Land og skógar. Þetta eru deildirnar sem verið að fara af stað. Ég ætla að taka það fram, ég ætla að reyna að ná fundi með mönnum hérna í dag en það vantar það marga að það tekst ekki þannig að ég mun bara senda póst á menn og svo höldum við símafund í næstu viku. Nú, það er spurningarna sem vakna strax er það hvernig virkar viðskiptamódelið. Hvað er það er að segja þetta er maður á mann viðskipti sem eiga sér stað. Þú átt ból og þú sagar þá og byggir hús fyrir þig. Ég á ból fæ þig til að saga þá fyrir byggingu sem ég er að byggja. Jón á bóli selur mér þá og þú saga þá í byggingu sem ég er að byggja. Þú átt skógarætt sem þarf að fella, Jón á græju til að fella og fær ból upp í kostnaðinn. Gvendur kaupir bólina og lætur þig saga efnið í byggingu sem Gísli er að byggja. En meginatriðið er það, þú sagar ekki bóli í burðarvið sem fara í byggingavörumarkaði né til útflutnings, því þá þurfum við að CE-merkja efnið. Og síðan er þetta rauðstrikað þarna neðst, þú þarft að hafa próf í flokkun á timbri og viðurkennda framleiðslu handbók frá Iðunni til þess að geta gert þetta. Það er meginmálið. Veitu nú? Já, þannig að þetta. Nú, ég ætla bara að nefna hérna í lokin þar sem við sem erum að vinna mikið út á markanum og skoða hvað er að gerast í timbur, notkun og annað slíkt, þá vaktaði mér dálítið athygli og einhverjum kemur út af því að ég var að lesa grein, sænska grein núna nýlega, þar sem var verið að fjalla timbur í byggingar. Þessi bygging hérna neðst niðri, þetta er bygging sem verður byggð á Austurlandi og þarna er timbur í megin atriðum, notaði þetta allt saman. En aftur á móti, hérna sjáum við dæmigerða gömlu blokkirnar okkar með timburþaki. Þetta gerist ekki í dag. Þannig að timbur hefur dottið svo mikið út úr þessum byggingum. Þannig að það er mest flöt þök, steinsteypa, það er meginmálið. Og það sem Svíarnir voru að leggja áherslu á er það að það þarf að leggja miklu meiri hörku í markaðssetningu á timbri, miklu meira, og gera mönnum grein fyrir því hvaða skiptir máli samkvæmt náttúrunni, að við sem að nota timbur. Og þá vil ég nefna það að lokum að ég sá hérna fréttabræfið frá hérna Skógræktarfélagi Reykjavíkur. Það er dæmigert mjög góða framsetningu á því hvernig á að koma fréttum á framfæri. Einnig er Facebook síðan hérna hjá Skógræktarfélagi Rangárvallasýslu. Þar kemur fram mjög skýrt hvað eigi að timbri til að vinna og það er ákvörðat meginmálið. Við þurfum að vera miklu duglegri að koma á framfæri þær vörur sem við eigum. Þannig að verkfræðingar og arkitektar þeir viti hvert eigi að leita til að fá þessa vöru. Ég fæ endalausar símhringingar frá verkfræðingum og arkitektum að þeim vantar efni í einhverja byggingur annað, en það er alltaf sama saga, menn beraði við þeir hafa ekki efnið. Maður reynir að íta þetta áfram, en því miður það gengur ekki nógu vel. Þess vegna endilega við þurfum að með þessu félagi sem við ætlum að stofna, þá verður tækifæri
til þess að koma vörunni á markað. Takk fyrir. Já, við þekkum Eiríki kærlega fyrir hans fyrirlestur. Þá komið kaffihlé. Við hittum síðan aftur kortið fyrir 11 og bara minna þau ykkur á sem ekki búin að tekja ykkur út að það úttekun og afritun á hótelinu klukkan 11. Já, gott fólk, þá komið næsta fyrirlestri. Hann heitir Úttekt á landnámi trjágróðurs í jaðri Ræktarskóg Íslandi og það eru þeir Arnór Snorrason og Björn Traustason sem að setna saman. Og það er Arnór sem kemur til með að flytja fyrirlesturinn fyrir hönd þeirra félaga. Og enn og aftur vil ég biðja þau ykkur sem eru aftast í salnum að hafa þögn á meðan ef þið þurfa að ræða málin að fara þá niður í lobby og spjalla þar. Já, komið í sæl öll saman. Gaman að sjá okkur í góða veðrinu. Heyrið í mér. Það er gott að heyra það. Við ætlum sem sagt að fjalla þetta mál. Þetta er stórt rannsóknarverkefni sem við fórum á stað með fyrir nokkrum árum síðan. Samfara okkar landskógar úttekt. Og ég ætla svona aðeins að fara yfir hvað gerist með landnámi og náttúrulegri endurnýjun trjágróðurs. Þetta er auðvitað bara trjágróðri eðlilegt, trjánum eðlilegt sem lífverum að fjölga sér og breiðast út. Og það geta fylgt í bæði kostir og gallar. Og kostirnir geta verið töluverðir í skógrækt. Trjágróður, hann breiðist þá út á svæði þar sem hann er talin æskilegur. Og í ræktuðum skógum innan skógræktarsvæðis sem ekki búið að rækta á, þá er þetta bara bónus, það þarf ekki að gróðursetja, það þarf ekki að eyða peningum í plöntuframleiðslu og þetta er minna manngert inngrip heldur en að standa í gróðursetningu og undirbúningi jarðvinnslu eða einhverju slíku. Gallarnir eru líka til. Trjágróður er þá að breiðast út á svæði þar sem hann er talin óæskilegur. Og í skógrækt getur þetta verið tilvik þar sem eru trjátegund að breiðast út á svæði sem við viljum ekki hafa hana, við viljum rækta einhverja aðra trjátegund. Þannig að þar getur það komið upp og síðan í kannski annarri ræktun sem hefur verið að hausta á hverju ári eins og akrar og tún og slíkt að þá skiptir þetta ekki öllum máli því að sáðplönturnar sem að berast inn þessi svæði, það er bara sleikna niður. Á beitarlöndum þá skiptir mjög miklu máli hver mikil beitin er og hvernig hún er, hvort að beitardýrunum tekst bara hreinlega að halda niður trjágróðri. Og það sjáum við mjög mikið hér á Íslandi svo sem. Sjáum þetta kannski mest meðfram vegum þar sem að er mikið trjágróður í vegstæðinu sjálfu en svo fyrir utan veggirðingarnar sést ekki neitt. Á beitafriðum svæðum, þar getur þetta verið töluvert vandamál eða á að viðhalda þeim gróðri sem er þar fyrir hendi, staðargróðri og beitin er ekki fyrir hendi og heldur ekki niður trjágróðunum. Þetta getur verið þá náttúruverndarsvæði, landgræðslusvæði, veghelgunarsvæði, friðuð, opin svæði í nágrenni þéttbýlis, svo ég nefni einhver dæmi. Þannig að þarna eru bæði kostur og gallar. Við fórum út í þessa úttekt, þetta var þá hluti af aðgerðaáætlun lands og lífs. Við hófum þessa úttekt árið 2022, einmitt það ár sem að land og líf kemur út. Og það sem við ætlaðum að gera þarna var að gera þá altæka rannsókn sem kallað general research, ekki sértæka rannsókn, svona site-specific research, á öllum ræktuðum skógum á Íslandi. Ekki bara að horfa til einhvers eins reitar heldur skoða alla skóga. Og við skiptum rannsóknarsvæðin í tvennt.
það var þá jaðar skógarins og þar vorum við að mæla mælifleti árið 22, 23 og 24 og við mældum jaðrana eða sem sagt mælifleti í jöðrum fyrir alla árgangana 2020 til 24. Síðan skoðum við líka sem sagt mælifletina inn í skógunum sem við höfum mælt sem skólendi og þar vorum við að líta til þá hver stór hluti krónuþekju skógana var af náttúrulegum uppruna, sem sagt náttúruleg endurnýjun. Það gátu þá bæði verið erlendar og innlendar trjátegundir þess vegna í báðum tilvikum. Ef við skoðum aðeins skóginn sem við verum að tala um, það ræktaði skógurinn á Íslandi, þá hann byggður upp af innfluttum trjátegundum og íslensku birki aðalega. Og þarna höfum við tvær trjátegundir sem eru mest af, það þá íslenska birkið, ilmbjörkin og síðan þá rússalerki eða rúss eða síbrjúlerki. Síðan eru þarna tvær sem eru með það bil 15%, það eru þá sittgangrinni og stafafura. Síðan öspin það bil í kringum 10% og síðan rest aðrar tegundir. Til dæmis þarna sýnd rauðgrenni sem 2%. Og þið sjáu aldurssamsetningun á þessum skógi. Miðgildið þar 21-30 ár. Þannig að meðaltali þessi skógur mjög ungur en það töluvert af eldri skógi sem þá byrjað að gefa töluvert fræ. Þið sjáu þarna árgangarna 30-40 og eldri, það töluvert af slíkum skógi. Og sá skógur orðin það gamall að hann byrjað að framleiða mikið af fræi að ýmsum tegundum. Aðeins úrtakskerfið. Úrtakskerfi landskógarúttektarinnar eða ISU svokallað kerfislagt úrtak og mælifletin lagðir í svona kerfi eins og þarna sýnt og gulufletin þarna þá mælifleti sem inn í skóginum og ljósbláu þeir sem í jaðrinum og síðan rauðu þeir sem fyrir utan. Og stundum þegar við erum að mæla þá getur verið þannig að einhver mæliflutur sem við höldum að sé inn í skóginum, hann það ekki og það rauða línan á að þá tákna þarna að við séum búin að endurskoða mörk skógarins. Og þá getur líka verið að jaðarflutur hann reynist vera inn í skóginum þegar betur aðgáð, þegar komið í felt. Og úrtakssvæðið okkar eða úrtaksþýðið þá allur ræktaður skógur og þá líka þessi jaðar og þetta stórt svæði, þetta eru 84.000 hektar dreift allt land. Svæði sem við vorum að skoða og tókum úrtak úr. Og ef við skoðum hvernig mælifletirnir voru í jaðarúttektinni, þá voru þetta 477 staðir sem við skoðum á þessum 3 árum og á 71 stað voru trjáplöntur og þar hafði sem sagt orðið landnám. Og við skráðum á þeim stöðum, eða við skráðum á öllum þessum mælifletum, þessum 477, að það vísu voru þarna 18 mælifletir sem voru ómetnir og ástæði fyrir því voru vanalega þær að það var heimlega bara búið að gróðursetja í mælifletina, þessar jaðarfleti þegar það var komið að þau. En það var skráð sem sagt fjöldi tegunda og fjöldi á 100 fermetra hringflöt, gróður þekja viskerir, hvort það væri frið eða beitland og hvort að svæðið væri innan eða utan skógræktarsvæðisins. Og síðan var skráð hvað væri langt í skógarkant sem væri þá að gefa fræ inn á þetta svæði. Ef við skoðum þetta svona á korti og ég vara við því þegar maður skoða svona úrtaksniðurstöður á korti, þá má maður ekki algjörlega alhæfa út frá þeim, þær gefa upp svona vísbendingar en
segja ekki til hvar á landinu landnám það getur verið á fleiri stöðum en þannig sýnda. Þannig virkar bara úrtaks aðferðin. En samt sem að þetta gefur svona vissa tilfinningu fyrir því að þetta á þeim svæðum sem sagt sjálfgræðsla eða landnám á þeim svæðum þar sem að svona frekar hlýra, meiri hiti heldur en á köldu svæðunum. Þar sér maður ekki mikið landnám. Síðan skoðum við mælifleti innan skóglendis og þetta eru þá sem sagt tæplega 1100 mælifletir og þar af voru 47 mælifletir með það sem við segjum krónuþekju náttúrulegar endurnýjunar yfir 50% eða meira og við sem sagt sígjum þá út og skoðum þá nánar. Þarna þurftum við ekki að fara í neina úttekt, það búið að safna þessum gögnum í landskógarúttekt en við bara notuðum sem sagt gögnin sem voru í landskógarúttektinni. Og þarna það sem sagt 47 mælifletir, það sem sagt 4% af mælifletunum geta flokkast sem náttúrulega endurnýjun eða landnám í einhverjum smá hólum í skóginum. Ef við skoðum síðan niðurstöðurnar, þá þetta niðurstöður frá jaðarsvæðunum að langmest sem sagt landnám ilmbjarkar, 67%. Og innlendar tegundir, það sem sem sagt innlendar tegundir í landnámi, þá það 77%. Erlendar eru 19%. Síðan var þarna nokkrir mælifletir þar sem var bara skráð víðir, maður veit ekki hvort að það erlendur eða innlendur víðir, þannig að það fellur fyrir utan þessa greiningu og síðan voru ógreind tegund á tveimur mælifletum. Það var reynilega ekki bara nefnt hvaða tegund var að ræða. Svo þessi 3 mælifletir, þeir falla dálítið út. Og þeir voru að vara ykkur á því að þetta flatamál sem þarna gefið upp fyrir þegar það eru bara 2, 3 eða 4 mælifletir, það er ekki marktækt. Það er að passa ykkur á því. Þetta bara gefur svona vissa vísbendingu og það þarf að vera yfir 5 mælifletir til þess að það veri marktækt niðurstaða. Og við sjáum þetta hvernig þetta dreifist yfir landið og þarna erum við búin að skipta á milli það mælifletir sem eru með erlendum tegundum og síðan íslenska tegundir þessi dökkgrænu mælifletir. Og við sjáum þetta sama munstur eins og við sáum áðan. Niðurstöður innan skóglendis, þar voru færri tegundir ríkjandi, þar voru við með ilmbjörk í flestum tilvikum, 79%, síðan var það stafafura, rússalerki og viðja og samtals erlendar voru 21%. Og það voru samt aðrar sjálfsagða plöntur í þessum mæliflutum líka sem víkjandi tegundir, þá gulvíðir og reynivíðir sem innlendar og erlendar voru sitkagreini og kjarrölur og þingvíðir. Og ef við skoðum þetta á korti þá sjáum við að þetta er meira svona hnappar í kringum höfuðborgarsvæðið, aðeins út frá höfuðborgarsvæðinu og síðan í kringum Eyjafjörð og á Héraði. Þetta dreifist ekki mikið landið. En eins og ég sagði áðan, maður má ekki lesa svona kort of alvarlega, þau bara gefa svona vísbendingar. En svona ef við tökum saman niðurstöðurnar og að því við erum með þetta kerfislega úrtak, þá getum við reiknað út flatamálið með skekkjumörkum hver mikið landnámið bæði í jaðrinum og inn í skóginum. Og við erum þarna með landnám upp á 4.400 til 6.500 hektara sem töluvert og þetta aðalega þá landnám innlenda tegunda þar sem eru eingöngu innlendar tegundir en landnám þar sem eru erlendar tegundir, þar eru stundum víkjandi, það alveg 26%. Og við skoðum líka þá hvað mikið landnám utan skógræktarsvæða, ekki fyrir utan skógræktargirðinguna
eða skógræktarsvæði sem er verið að vinna á og þar landnámið miklu minna eða 360 hektarar og það skiptist svona á milli tegunda, það er mjög svona dreift tegundabil þar. Þarna sjáum við þá allt landnámið bæði í jaðri og inn í skógi og þarna sjáum við þessa staði þar sem var landnám fyrir utan skógræktarsvæðið. Og bara svona til þess að minna á það að það getur verið að sumt að þessu landnámi sé inn í skógræktarsvæðum, það eru opnur inn í skógræktarsvæðum, til dæmis á bæði á Hólmsheiði og í Heiðmörk mjög mikið af opnum svæðum, það sem var ekki gróðursett á sínum tíma, þetta voru rýrsvæði, það var ekki hægt að koma niður skóflu og þar er töluvert virt landnám í gangi. Síðan vorum við svona að reyna að greina aðeins áhrifaþætti og hérna grafið efst til vinstri, það er mjög mikilvægt, það sýnir hve langt aftur í tíman þetta landnám innan skógræktarsvæðisins, hvenær það átti sér stað. Við höfum sem sagt aldurinn á landnáminu, aldurinn á trjánum og þið sjáuð það mest að þessu að gerast þarna byrjaði að gerast þarna á 10. áratugnum. Það er mjög lítið fyrir þann tíma og síðan er þetta nokkuð þétt alveg fram til 2020. Þannig að við getum sagt að þetta landnám, við erum að, tímaspönnin sem við erum að eiga, við erum svona 25-30 ár. Og þarna sjáum við einmitt þarna á myndinni til hægri, þá erum við að sjá þarna sjálfgræslu birkis og stafafuru á þessum rýru svæðum í Heiðmörk sem ekki var gróðursett á uppalega þegar var verið að vinna þarna. Myndin fyrir ofan ljósmyndina sýnir hvernig fjarlægðin er í skógarkantinn og við vorum að mæla nokkra mælifliti sem voru meir en 24 metra í burtu og maður hefði kannski haldið að svona léttara fræi það væri að berast lengra frá en þarna til dæmis sitkagreini og alaskasp töluvert langt í burtu frá skógarkanti og fyrir innlendu tegundirnar það sem stendur þá er ilmbjörk mjög langt í burtu frá skógarkanti en svo kemur lóðviðir þarna eftir og það má búast við því að svona víðir tegundirnar sé að berast miklu lengra frá kanti heldur en til dæmis birki sem þyngra fræ. Síðan sjáum við þarna bara hlutfallslega dreifingu mæliflata eftir árgangi á myndinni til vinstri neðst og það var ekki neitt munur á svæðum sem voru án landnáms og með landnámi. Það kom aldrei óvart, maður hefði kannski búist við að svæði án landnáms, það væri þá meira svona þessi yngri svæði. En það var ekki mikill munur þar á. En það er auðvitað þannig að það er auðvitað töluvert eldri skóga í nágranni þessari yngri svæða. Það eru þeir sem eru að gefa fræ. Og bara loka orð svona, það er svona smá útreikningar að ef við hugsum okkur að tímaspönn úttektir hann sé 25 ár þá getum við reiknað þetta svona ársbasis hvað landnámið er mikið og þá erum við að tala landnám trjágráðs upp á 218 hektar á ári. Það er töluvert og innlendu trjátegundirnar þykja þar 152 hektara. Það er erlendu 57 eða þar sem þær koma fyrir og utan skógræktarsvæði er þetta 14. Þannig að við vorum búin að meta hérna landnám í náttúrulegu birkilendi, ég og Björn fyrir nokkrum árum síðan og ef við leggjum það við þá erum við að tala landnám upp á 511 hektara og á innlendum trjágróði og ef við tökum þá erlenda trjágróði með þá er þetta 577 hektar ári og þetta er töluvert ef við miðum við það að við sem að gróðursetta 2000 hektar ári, þetta er 25%, svo þetta skiptir verulegu máli í sambandi við nýskógrækt. Þá er þetta bara komið hjá mér, ég þakka bara kærlega fyrir og þarna eru skemmtilega myndir af landnámi, birkis og stafafuru. Takk fyrir.
Þá komum næsta fyrirlestri, það er hann Kristinn H. Þorsteinsson sem ætlar að flytja, heitir Aflvaki í þjóðfélaginu, mannlíf og gróður. Það komið öll sæl og blessuð og ég vil þakka ykkur fyrir bara þessa daga, þessa 2 daga sem er allavega fram að þessu, búið að vera mjög gott og gaman að vera með ykkur og skemmtilegt veður bættin og heldur betur við ánægjunni í gær. Ég ætla að heiti Kristinn H. Þorsteinsson, ég er framkvæmdastjóri Skógræktarfélag Kópavogs og að auki þá er ég stjórnarmaður hjá Skógræktarfélagi Íslands og hefur verið viðloðin þessi félagasamtök bara í áratugi. Ég nefni Aflvaki í þjóðfélaginu, mannlíf og gróður. Það hefur gríðarlega breyst á þeim tæpum 100 árum sem að Skógræktarfélag Íslands hefur verið starfandi. Og það voru ekki allir sem sáu fyrir að það ætti eftir að vera það stór tré að við værum að fella hér bólfið og fara jafnvel í framleiðslu á húsum og margt fleira. 22 þá mældist í sumarlok hæsta tré á Íslandi, fór yfir 30 metra og það var gróðursett 1949 og ef við setjum þetta í svona örlítið samhengi þá er ég búinn að setja inn á þessar mynd trén eins og þau eru í dag. Það þýðir bara einfallega að við erum orðin skógarþjóð. Og þegar ég er að sýna fólki bara almenningar svona myndir að þá eru allir bara mjög undrandi. Fólk áttar sig ekki á því lík stærð þetta er og hvað við erum komin í raun og veru langt. En ungmennafélagsandinn á sínu tíma, hann sveif náttúrulega yfir vötnunum og það voru gríðarlega margir tilbúnir að sveifla haka og rækta nýja skóg. Þetta var allt saman ástmann á land og náttúru og það var mjög vinsælt að láta taka myndir af sér hér áður fyrr þar sem að menn stóðu inn í trjágörðum út í náttúrunni þar sem að voru kjarr og fleira. En það höfðu ekki allir sömu sýn. Það voru margir sem að vildu alls ekki fara út í skógrækt, bara alls ekki. Það var að vernda beitaland, þetta voru gamlar hefðir, það var tortryggni á því að gagnvart nýju hugmyndum og efasemdir að það myndi vaxa eitthvað hér á landi. Og svo var náttúrulega bárum en þetta fyrir sig að var ekki kostnaður og lítill skammtíma vinningur. En áhrifavaldarnir þekkjum við, eða þekktum, og þeir svo sannarlega lögðu sitt á vogarskálarnar, en til þess að framkvæma eða ná árangri þá urðu menn að hafa náttúrulega sigg á höndum. Það var alveg klárt mál. Og ástæðan fyrir því að þeir þurftu að hafa sigg á höndum til þess að vera áhrifavaldi var það að TikTok var ekki komið. En TikTok náttúrulega kom og við sjáum nokkra áhrifavaldana hérna sem erum á TikTok. Og ég get alveg lofað ykkur því að við erum með silki mjúkar hendur, bara þetta er eins og ungbarnarass í dag. Og ég geti alveg örugglega selt ykkur þá hugmynd að Coke og Pepsi smakkast alveg eins. En Skógræktarfélag hérna Íslands hefur og er mikill áhrifavaldur í skógrækt í samfélaginu. Og það hafa verið gerðar ýmsar kannanir og meðal annars að þá grófi ég upp þessa tvær frá 2003 og 2018 sem voru alveg, bara eins, 93% Íslendinga, þeir voru mjög jákvæðir fyrir skógræktinni. Það hafa verið gerðar fleiri kannanir og það sem að ég sá lægst var 85% og menn er að tala það að þetta sé eitthvað niðurleið og þá er ekkert annað, við verðum bara að spýta í og dáleiða fólkið. En Skógræktarfélag Íslands með sínum 65 félögum í gegnum tíðina og minnst 145 reitum, við höfum verið að vinna gríðarlega mikið verk í gegnum tíðina. Og
við erum mjög sterkt félag í raun og veru. Á hverju einasta ári að þá höldum við aðalfund, fundi svo þessi hérna, jafnmargir á hverjum fundi og hittust, ræðum málin, skoðum, fáum okkur eitt bjór eða eitthvað svoleiðis og syngjum saman og krafturinn og samheldin alveg gríðarlega mikil. Við erum í útgáfu eins og Skógræktarritinu, Laufblaðinu, við höfum gefið út frækorni, Rjóður í kinnum, bókina Frændur fagna skóg. Við erum með ýmis rit sem aðaldafélögin hafa gefið út, eins og Hafnfirðingar gáfu út Þöll, Merk 3 sem stórkostlegt rit og þetta að finna á vefnum í dag frá Eyfirðingum. Síðan eru mörg afmælisriti sem hafa verið gefin út í gegnum tíðina og við erum með heimasíður og við erum á Facebook síðum eins og kom hérna fram áðan og þar til dæmis var bent á Árnesingana og það eru Borgfirðingar, Skógræktarfélag Reykjavíkur og Skógræktarfélag Eyfirðinga. Ég vil aðeins staldra við þá vegna þess að þar bara í hverju einustu viku að þá poppar eitthvað upp hjá þeim og það er Sigurður Arnarsson sem hefur staðið þar heldur betur vaktina og mætti svona dreifa þeim boðskap bara víða hvað er mikið þarna á staðnum. Nú tengsl og þræði liggja bara mjög víða í samfélaginu. Við erum að vinna í landgræðslaskógaverkefninu, Lífi Lundi, Yrkju, Kolvið og gróðursetningadaga, sjálfboðavinna, skógargöngur og skógaleikarnir, fræðslu og námskeið og ýmislegt sem við erum að gera. Við erum í samstarfi við skátamennastofnanir, vinnuskóla, skógarbændur, hlaupahópa eldri menn, opinbera stofnanir land og skóga og við sjáum bara hópin sem hérna, hvernig samstarfið hér. Nú, við getum nefnt þarna jólatrjáasöluna og við erum með jólatrjáamarkaði eða aðeitafélögin og reyndar aðalfélagi líka og alls konar uppákomur og uppákomunar eru til dæmis ljósagöngur í Hafnarfirði, jólamarkaðurinn í Heiðmörk og jólalundur, ævintýri í jólaskógi sem er hjá mér upp í Guðmundalundi, leikhús í skóginu, hlaupamót og fjallahjólamót og margt fleira. Síðan erum við með miklu stærri verkefni eins og var komið inn á hérna rétt áður, það var efnisveitur og það sem við verðum að fella bólviði, það verður að búið til kurl og brenni og svo jólatrén eins og ég nefndi þarna áður og fleira sem er verið að vinna. Og síðan opinn skógur, alveg sérstakt fyrirbrigði, það 17 opni skógar til á Íslandi í dag og núna erum við hjá Skógræktarfélagi Íslands að fara á stað til þess að svona endurvekja skógana og svona poppa það svolítið upp. Þeir hafa verið aðeins að dreifast niður og það eru peningaleysi eins og alltaf og svo náttúrulega hefur fólkinu fækka sem tilbúið að koma í sjálfboðavinnu en við erum svona að vinna í dag og hérna vonum að það verði gangi allt vel og svo eru bara mörg önnur skógasvæði sem hafa mikið aðdráttarafl. Það sem við þurfum að passa okkur að lokast ekki bara inn í einhverju bergmálshelli. Það mesta hættan hjá hverjum einasta félagskap þegar það gerist. Ég ætla að sýna ykkur aðeins yfir þann lund sem ég hef með að gera og það Guðmundarlundur sem við sjáum loftmyndina hérna sem 11,2 hektarar. Þessi litli lundur rétt fyrir ofan bæinn, hann hefur aðdráttarafl. Það eru yfir 150.000 manns sem komaðan ári. Sem ekkert lítið og það margir aðrir reiti. Ég veit ekki hvað kemur í Heiðmörk, það eru til einhverja skráningar með það. Það talsvert meira. Hafnfirðingar eru með og svona mætti lengi telja. Það sem við þurfum að gera að við þurfum að svara svolítið kalli fólksins. Fólki líður vel í skógi og fólki og vill hafa svolítið fjölbreytilegt og þá ég ekki að tala um að all skógrækt þurfi að vera endalaust fjölbreytileg. Ég að tala um svona það sem við erum að laða eða fá fólk alaði upp að þykja vænt skóginn. Eins og bara í svona litlu lundum með ýmis konar tegundum og fjölbreytileika. Við erum til dæmis í Guðmundalundi, við erum með Hermannsgarð. Það garður sem við byggjum á fjölaringum og síðan runnana í kring. Það aðdráttaraflið mjög mikið. Þar eru til dæmis giftingar mjög algengar. Og síðan ekki endilega að fara í húsið til okkar til þess að vera, kemur þarna ekki, lætur púsa sér saman og hérna fer síðan eitthvað annað til þess að halda sína veislu. En fjölbreytileikin og þessi blandaði gróður sem ég tala við þurfum aðeins að huga betur að þeim þætti og hérna erum við í Hafnarfirði með Steinari Björgvinssyni sem alveg örugglega með fjölbreytasta
gróður hérna í sínum skói eða hafnfirðingarnir og mjög glæsilegt og þannig hann að taka mútið fólki, þannig hann að miðla upplýsingum og fólk laðast að þessu og við eigum svo marga tegundir og ég vil bara nefna til dæmis ættkvíslega eins og hérna reynirinn, við sjáum hérna fjallareynir þennan rauða til hægri fallegur og svo ber af ýmsum reyniviða tegundum. Það er búið að reyna hér á landi, það er búið að gera tilraunir með yfir 60 tegundur af reynivið og yrkjum og það hefur reynst mjög vel. Þannig að við getum, þannig bara ein ættkvísl sem getum hallað okkur að. Og í heildina þá vitum við það að það er búið að reyna hér á landi eða flytja hér inn yfir 15.000 tegundur og yrki og það er þá aðalega grasagarðurinn, listigarðurinn, félagar í garðyrkjufélaginu og svo skógræktar áhuga menn og fleiri. En það er að svo mörgu að hyggja og hérna sjáum við til dæmis blóðhegginn og snælenjana hérna áttu í Húsavík og glæsilegt tré, hefur lifað bara mjög vel hérna hér á landi og menn eru að setja niður eplatré með misgóðum árangri en samt það hefur verið að tutlast sumstaðar upp. Mér langar svo aðeins að sýna ykkur mjög áhugaverðar hérna tegund og hérna sjáum við bara venjulega ösp en Aðalsteinn Sigurgeirsson hefur verið að rækta tré og hann er farin að selja tré. Þið skulum bara snúa eitthvað til hans og eftir. Þetta er netvíðir, eða netösp ætlaði að segja. Gríðarlega skemmtileg planta. Hafið þið séð þetta áður? Þau talið við Aðalsteinn og eftir. Og önnur tegund sem að hann tók að sér því hann er mikill áhugamaður lúpínu og það er slöngulúpínan sem að bjóð til. Og ég veist við getum fengið líka hjá honum eitthvað af því. Og hérna er slöngulúpína sem er að teygja sig út úr gömlu húsi þar sem hún hafa verið að vaksa. Og hérna er lúpínureiður sem við höfum. Þannig að lúpína er bara ekkert sama og lúpína, svo þið bara vitið að vegna þess að kom ykkur umræði í gær og mér finnst alltaf fólk vera að tala eins og lúpína sé bara svona eins öll. Það er nú aldeilis ekki sko. En skógurinn er og á að vera ævintýri. Það er alveg klárt mál og hvernig sköpum við ævintýrin, það getum við gert á margan hátt. Sumir vilja endilega komast í sjónvarp og útvarp og allt saman eins og Ingi í Eyjafirði. Hvað gerði hann? Jú, hann byggði eitthvað kofa sem að tilheyrir múmíum álfunum. Síðan fór hann bara í málaferli og eitthvað vesinn með einhver út í heimi og þá náttúrulega komu strax þarna sjónvarpið og hafði viðtal við hann. Þetta er ágætisleið til þess að vekja athygli á skóginum. Og ég fór bara allt aðra leið. Ég keypti mér eldspýtustokk til þess að komast í og fór bara létt með þetta. Ég brendi bara allt saman. Og það er þvílík áhugi núna við endurbyggingu á öllu svæðinu. Það tikkar inn svoleiðis peningarnir. Við erum komin núna í styrki på 27 milljónir. Og það er bara, tölurnar hreyfast hérna alveg á flegiferð fyrir framann. En við Guðmundur Áland erum með sendibílinn úti, hann er fullur af eldspýtustokkum og við erum að selja eldspýtur. Þannig að þið getur snúið okkur, það er fjáröflun fyrir okkur og þið getur orðið áhrifavaldar ef þið kaupið eldspýtur hjá okkur. En Skógræktarfélagið Íslands og aðildarfélögin og allir félagsmenninir eru bara áhrifavaldar og hafa verið áhrifavaldar og við ætlum að vera áfram áhrifavaldar. Við ætlum að gera svona ýmsa breytingar hjá okkur eins og með opið skóg sem vantar. Við þurfum að fara meira út í það að taka svona einstaka svæði og það er mjög gaman til dæmis með þjóðvegum annað þar sem er bændaskógrækt og fleira að kíkja upp svona eitt og eitt tré meðfram í kantinum. Það er svona vekur athygli. En allavega hjá okkur eru bara alltaf jól og þakka ég fyrir.
Takk fyrir þetta Kristín. Þá hérna næst komið að vegspjaldakynningum. Það er samt að þó við séum komin aðeins fram með pink og fá að misnóta aðstöðuna. Og tvennt sem ég vil ekki athygla á ef þið viljið fá jákvæða umfjöllun skógrækt, þá eru komin mjög fínir þættir í spilinu RÚV sem að Björn Björgvinsdóttir er með. Hún talar við fólk í skógagerðunum. Og svo bara núna á laugardaginn sem alþjóðlegur dagur skóga verða hvatningaverðlaun skógræktar afhent í 3. sinn og þið eru öll velkomin á þessa athöfn. Hún verður í Garðyrkjuskólanum á Reykjum klukkan 3:30 á laugardaginn. Bara velkomin, en annars þá bara læt ég Bryndísi kynninguna. Hún ætlar að sjá að halda utan þetta. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Bryndís Marteinsdóttir og sviðsstjóri sviðs rannsóknar, vöktunar og árangur hjá Landi og skógi. Og bara mjög gaman hafa mækinn nær, ok. Já, ég heiti Bryndís, sviðsstjóri rannsóknar, vöktunar og árangur hjá Landi og skógi og ég er bara mjög spennt að vera einn í dag og í gær og ég ætla að stýra veggspjaldakynningu með harðri hendi. Þannig að ég ætla að biðja öll þau sem eru með veggspjöld að koma hérna upp og raða sér hérna. Og svo fær hver 2,5 mínútu til þess að kynna sitt veggspjald. Og ég er að reyna hérna að finna þetta allt. Komið sér upp. Og ef þið muni hvað röð veggspjöldin ykkur eru, þá getið þið raða ykkur í þá röð, annars er ég með listan yfir það. En það er spurning hvort að ykkur tæknisinnaður getur hjálpað mér til að setja þetta upp. Já, ég komin hérna. Það var náttúrulega ekki. Já. Ctrl L. Heyrðu frá. Já, gerðu. Heyrðu, þá er það fyrsta veggspjaldið sem að hún Bekki ætlar að kynna. Ok, gjörðu svo vel. Ég get tala þá íslensku en ég ætla að halda fram á enska því að ég get tala þá á íslensku en ég ætla að halda fram á ensku. Við erum ekki mikið tíma. Integrated wildfire management is an international framework, and it's a concept that's I've been often referring to in my research recommendations that I'm personally quite passionate about, and for this approach of wildfire management. So since there's been over 7,000 hectares that have been impacted by wildfires since 2006 in Iceland, not including undocumented events, and the recent capital area fires, as we can see in the images, that were alarmingly close to people, infrastructure and resources. People starting to get concerned and confused about this. And the current wildfire management in Iceland is mostly response-oriented. And while this is a crucial part of wildfire management, suppression can be dangerous and it's very costly. So it's obvious that wildfires are here to stay and that we need to do more to adapt. So this framework that I've been talking about is displayed in the figure on the left. It's a multifaceted, multi-stakeholder strategic framework that combines 5 key aspects of fire management, and it's a long-term approach that can be adapted to any given landscape. So here we're talking about landscape scale management. The good news is that Iceland is not starting from scratch. There are already several promising actions ongoing and new opportunities for research that can be linked to this framework. For example, you can't see it very well. We can go look at my poster afterwards. In the review and analysis, which is in the first category, there's been a study on air pollution after the Mira fire in 2006 and documenting on larger wildfires by Náttúrufræðistofnun Iceland since 2006. And I've done tree impact assessment in Helmuk, and I've started wildfire behavior modeling in FlamMap, which I'll talk about just after this. And the World Bank recently released a report on a project they did with European Forest Institute and Almannavarnir on wildfires in Iceland. In terms of reduction, there's increasing awareness and desire of landowners and managers to do something about reducing the risk at the landscapes in their land that they manage. But these standalone attempts at fuel reduction are quite limited, and they're not landscape scale attempts. So in terms of readiness,
there's this little map here on the right. If I finished. Okay. Okay. Well, we can talk more, but basically, I just want to say that this is an ideal approach for the Icelandic wildfire problem, but that the issue in all these actions is that it's uncoordinated at the moment, and we need to do more landscape planning. Yeah. I have another poster. Okay, tack. So I need to go quicker. So I carried out this project when working at Howie for a 3-month period with Professor Þorsteinn Þorsteinsson. And so basically this is part of the review and analysis section in wildfire integrated management. And we don't know where and when wildfires are going to occur in the landscape, then it's not enough to perform standalone fuel reduction interventions on your own land to limit the risk. Fuel management for fire risk reduction is a collective effort. It requires landscape-specific fire behavior knowledge, long-term planning, and adaptability to varying environmental conditions. The main objective of this study was to set up the US FLAM map model, which is a wildfire behavior model with Icelandic data, so vegetation, topographic, and weather data. Fire behavior models provide a control environment in which we can learn about wildfire behavior in the landscape. So FLAM map has specific fire requirements, which you can see on the right. And to set this up, I got all the data together from various websites and online data that's available in Iceland, put it in QGIS, organized it, and then put it into FLAM map. There's a lot more behind that, but FLAM map outputs are only as good as the data we put into it, and there were numerous limitations, including the fact that we do not have fuel classification models in Iceland. So it's different from vegetation classes, whereas fuel models allow us to actually understand how fire behaves in our landscape. The study areas were selected based on fires that have already occurred in areas where vegetation meets the urban settlements. And the retained study scenario was the springtime, which is a typical Icelandic fire season. Yeah, and I did manage to set this up and run it, and we found that it's possible to set up FLAM map then with Icelandic data, but that there's a lot of limitations in the data. And but this is easily resolvable because FLAM map is quite straightforward to set up, and therefore we just need more funding to continue the research on this, to use it for fuel reduction in Iceland. Voila. Tack. Thank you, Becky. And next up is Aron from Land and Forest Iceland. Já, sorry, ég bara komin á enskuna. Svo næstur Aron sem verður með næstu 2 póstera. Þannig ég opna hérna. Gjör svo vel. Yo. Hello everyone. So, unfortunately this is in portrait, so it may be a bit small for everyone, but you can obviously go look. It's kind of split into a couple, so basically at the moment we're doing a project with between Land and Forest and Háskólinn Íslands, where we're trying to do a national sort of study into ecosystem services. Now, within that though, obviously we need to sort of look at the transitions that we're facing, or have faced and going to face. And especially regarding deforestation and the mechanisms that cause that. Now, that's kind of split into 4. Oh, it's a bit small. So we all know how Iceland lost its forests and through obviously clearance, through regeneration suppression, but also through the climate. The little ice age also impacted the potential areas of which trees could grow, and on top of that, the trade monopolies created by the Danes, and then taken over by sort of trade oligopolies, then sort of locked that in place and created this really long sort of turning point zone, which really reduced the capacity for recovery and kind of led Iceland to where it is today. Now the forest transition actually falls into quite normal terms once Danes went away, so you can kind of blame Danes a lot for a lot of this. But in general, when we start looking at the ecosystem service side of that and where we're at today, that kind of created these sort of 3 main pathways for recovery. And the services provided from that and the bundles from that are themselves very different.
Although there is synergies through carbon, soil protection, recreation, in general, they also provide very different things. So we know with the native birch, it's creating habitat provisions, erosion control and carbon, whilst with the non-natives, it's creating timber supply, which has never existed in Iceland to an extent, outside of charcoal, but that's slightly different. But then, so in doing so, with these different pathways, it's important from a planning perspective that they are identified and zoned properly to mitigate the sort of ecosystem disservices that are sort of evident within each of the pathways. And community woodlands in itself is its own sort of set perspective as well, through more recreation and cultural services that provides. Yeah, I think that's... cool. So, and then it's the next poster, and it's... Oh, that kind of didn't work. Well, you know, you can go see it. But in general, so on a completely different note, of a side hobby of mine is urban forestry and peri-urban forestry. So as we all know, some of the big issues we see with sort of urban woodlands especially is how they can be protected in some way. Now, across Europe, the main mechanism of that is to kind of define forests by their age. So the older it is, the more ancient it is, the better protections it will get under the legal and planning systems. The younger it is, less so. In Iceland, you can't really do that. There's just not enough old forest to kind of quantify that, and even so, in urban areas, you know, it just isn't there. So to try and create some sort of framework of which you can protect trees in the planning system, if it's based off age, just would mean everything's fine to take away. Oh, sorry. I don't know. Hello? Hello? Getur ykkur hjálpað okkur? Halló, heyrist eitthvað í þessum? Nei. Og ekkert í þessum? Halló? 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 Halló, halló. Halló, halló. Wait. Happy day. So I'll quickly just run through it. Basically, it's split it into two parts. One of it was doing a visual assessment. Rather than looking at age, let's look at the visual quality of the woodlands. So from an urban and peri-urban perspective, looked at, I think it was 29, can't remember off the top of my head, different woodlands around the country, assessed them using a Heliwell system, which is quite old. Oh, is it going? No. So in doing so, it has been used in the UK planning. All right. God damn. Hello? 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 Not hold it like this. I will not move. So basically, did an assessment. The Heliwell system has been used in the UK planning system and UK courts. Although it's slightly dated now, it has still relevant in many cases. So I did this assessment, looked at the different variables, and then created a framework of which
can be used in planning so that when we have cases like Erskleaf, where they just ended up taking out a significant portion of forest and affecting the visual landscape quality of that, in future management can basically use some form of framework to help guide those planning decisions in an urban context. Okay, thank you. So, so næstur á dagskrá, maður dettur bara inn í enskuna þegar maður hlustar á hana, Ólafur Eggert að tala kolefnisrækt, skógrækt og notkun flygilda í skógarmælingum. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, ég vinn 50% hjá Land og skógi og 50% hjá Landbúnaðarháskóla Íslands og ég ætla að kynna ykkur örstutt bara verkefni sem nýlega farið af stað þar sem við ætlum að nota dróna við að mæla kolefnisbúskap í skógum og þetta verkefni stýrt af Northern Periphery and Arctic og þetta samstarfsverkefni með Finnum og Írum og hugmyndin að við getum við gerðum smá tilraunaverkefni núna í vor þar sem við flugum yfir 10 hektara svæði þar sem við gátum greint alla trjátegundir, við getum tekið hæðirnar, það finnst við notum lítar, það er svona punktaregn sem fer yfir skóginn, þannig við getum mælt hæður trjána og þéttleika og tali trén. Þetta bara dæmi venjulega loftmynd sem tekið með dróna. Á hausti til þetta vel hægt að greina furu og greini og víðir til dæmis. En í sumar þá ætlum við að fljúga yfir svæði sem í eigu Brims í Vopnafirði þar sem við munum nota dróna til þess að athuga hvernig tiltókst með skógræktina með lifun og annað. Það var tekið svona grunnmælingar í felti og ætlum að byrja það saman við mælingar sem við gerum með drónum. Þannig að það verður svona tilraunarverkefni svo hugmyndin að fljúga eftir 2 ár en að fá smá upplýsingar lifun og jafnvel einhverja bindingir í skóginum. Takk. Takk fyrir. Og næst á svið Halldór Sverrisson. Þetta Alaskaöspina. Gjör svo vel. Já, komið sæl. Ég mjög stuttorður. Þetta er spjald sem að ég gerði eiginlega til þess að minna á að ég á heilmikið efni sem að ég lauk ekki, ég brann inni með þegar að ég hætti hjá skógræktinni sökum elli og það er 6 ár síðan og ég sitt ennþá uppi með þetta og langar til að koma þessu einhvern veginn á prent. Ég gerði mig vonir að koma þessu í okkar dásamlegu ritröð sem hétt Rit Mógilsár og þar birtist nú mjög mikið af okkar efni á sínum tíma. En sem sagt, þetta eiginlega svona, má segja, rannsóknarsaga Asparinnar eins og ég þekki hana og það mikið ritverk, get ég sagt að þetta rúmast ekki í einni grein, heldur þarf eitthvað svona, þetta þarf að koma út í einhverju stærra formati. Og þetta vonast ég til að geta einhvern tímann sent frá mér og þá kannski með aðstoð annarra þegar að komin einhver álíka góð ritröð hjá Logs eins og var hjá okkur í skógræktinni á sinn tíma. Þetta var nú eiginlega það sem ég ætlaði bara að segja og ef það er eitthvað meira sem þið viljið kynna ykkur þá þetta á spjaldinu bara frammi. Takk fyrir. Takk fyrir og næstur á svið Guðmundur Árland að tala botngróður í Skorradal. Gjörðu svo vel. Ég heiti Guðmundur Árland Hannesson, ég nemi í skógfræði í Landbúnaðarháskóla Íslands og starfa líka hjá Skógræktarfélagi Kópavogs í Guðmundarlundi.
Veggspjaldið mitt svona kynning á lokaverkefninu mínu sem ég á þó ekki skila fyrir í árslok 2026. Þannig að verkefnið ennþá bara á byrjunarstigi. Leiðbendi minn Bjarni Diðrik og svo má segja að verkefnið sé svona smávægilegur hluti af Skógvirk 2. Verkefnið felur í sig rannsókn á botngróðri í mismunandi skógagerðum í Skógvirk 2-reitunum. Munurinn á því sem á minni rannsókn og það sem Járngerður fjallaði í gær var að hún var að taka þekju og tegundafjölda en ég að sem sagt tek fyrir lífmassa og samsetningu hans eftir gróðurflokkum. Og svo mun ég bera saman mína niðurstöður við niðurstöðurnar úr Skógvist 1 frá 2004 með tilliti til trjávaxtar, skíkingu, grísin og fleiri þátta. Neðst á veggspjaldinu súlurit sem sýnir samsetningu gróðurflokkana í skógareitunum 9 og gróðurflokkanir eru bara mosar, birkningar, einkynblöðungar, jurtkendir tvíkynblöðungar og trékenndir tvíkynblöðungar. En aðtíð að súluriti sýnir ekki þurfikt lífmassa í grömmum, hver súla bara 100% í hverju mælirit fyrir sig. Svona trjánum undanskildum, að því ég nefndi nú ekki að vikta þau, að lífmassin var mestur í mólendi, bara því að lyng þyngra eðlisfæri heldur en jurtkendur gróður, en lífmassin var þó mikill í birkilundunum 2 og í unga greni lundunum og svo í grísiða F3 förulundunum. Ef ég segi stuttlega frá ferlinu, þá lét Bjarni Diðrik mig fá helling af pókum af botngróðri sem sumarið 2025 sem hann hafði safnað, eða þau í Skógvist 2 hafði safnað haustið áður. Svona í samanburði hina í Skógvist 2 verkefninu sem heldur kynningu í gær, sem fengu að fara út í skóg að rannsaka, þá var ég nú bara sendur inn á rannsóknarstofu í kjallarann í rannsóknarhúsinu á Hvanneyri, bara og var þar í myrkrinu yfir marga bestu sumardögum ársins. Þessin er í svona fölur. Og ég satt þarna inni og var að flokka þessa hrúur af gróðri í þessa gróðurflokka og var að setja þetta í álbakka og þurrkaði og vigtaði. Þetta voru 369 álbakkar af mismunandi sýnum sem ég þurrkaði. Og þetta var bara virkilega mikil nákvæmnisvinna og satt að segja alveg hundleiðilegt. En já, ég var þarna inni í myrkrinu að reyna að sjá munin á blómstilk, grasi og eldingu. Ég vandaði mig eins mikið og ég gat, svona þess að missa vitið og niðurstöðurnar eru svona sýndar fyrst á þessu veggspjaldi. En ég vil bara benda á að þetta eru að rannsóknin ekki tilbúin, þetta eru bara svona grófar tölur og en þá margt sem getur komið í ljós. Takk fyrir. Takk fyrir. Og þá næst vil ég bjóða upp hann Brynjar Skúlason sem ræða stafafuru og kvæmi. Já, takk fyrir. Reyna að stakka þetta aðeins. Já, þið sjáu þetta örugglega ekki vel á skjánum, það verður bara að hafa það. Þetta er sem sagt mælingar sem voru gerðar síðastliðið sumar og ég var með að nefandi sem heitir Jannik sem er þýskur sem vann þetta verkefni með mér og hann er nú 4. þýski neminn sem ég hef og ég get alveg mælt með þeim. Þessi tilraun er rauninni upphaflega hugmynd Aðalsteins að bera saman stafafuru og frægörðum í Svíþjóð þar sem búið að kynbæta hana töluvert við þau kvæmi sem við erum að nota almennt á Íslandi og þar á meðal Skagvey og önnur algeng. Og þarna er þessi tilraun orðin 12 ára, búin að vera 12 ára í felti og sænsku frægarða kvæminni, við getum sagt sem svo, þau eru mið-suðlæg og þau 2 suðlægastu, við getum afgreitt þau strax, þau eru of-suðlæg fyrir okkur. Síðan erum við með Watson Lake sem er svona þriðja lakast kannski. Þannig að ég get ekki mælt með því fyrir íslenskar aðstæður. En hinn 3 sænsku frægarðakvæmin ásamt þessum gömlu innlandskvæmunum sem við höfum verið að nota, þau eru að koma svipuð út. Og innan þar er fullt af góðum einstaklingum en að jafnaði þá er Skagvey best. Það er bara gamla niðurstaðan. Það er sennilega fyrir það að það fæstar plönturnar þar verða fyrir einhverjum skakkaföllum.
Svo það bara niðurstaðan að við verðum bara að halda áfram með Skagveg og við verðum bara að reyna að bæta Skagveg eins mikið og við getum. Og þannig að ég legg til að við höldum áfram að safna fræi úr vel grisjuðum Skagveg reitum þar sem að búið að líka fjarlægja lökustu einstaklingana, þannig að við séum alltaf að bæta það aðeins. Og við eigum held ég líka að fara í það að velja út góða reiti til fræræktar af þessu kvæmi. Og þannig að þetta eru skilabúin, en það allt í lagi að nota hinn, en við verðum bara að vera meðvituð að það að jafnaði kannski ekki alveg eins góður einstaklingar, en það eru mjög góður einstaklingar þar innan því að það mikill vaxtaþróttur í þessu sænska efni. Takk fyrir. Takk fyrir. Síðan næst hingað á sviðið vil ég bjóða Paveli sem kom að ræða jólatré og sölu á þeim. Við getum að opna þetta hérna. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þetta svona halló COVID-mækin. Þið sem voru undan mér, þið eru í góðum málum. Ég læti ykkur vita ef ég fæ eitthvað enginni. En allavega, Pavli heiti ég og ég formaður Skógræktarfélags Borgarfjarðar og líka meðstjórnandi Skógræktarfélag Íslands. Og við Borgfirðingar vorum búin að senda í 4 ára jólatré í svona heildsölu til Skógræktarfélags Hafnarfjarðar og nú í fyrra sendum við líka seldum í gegnum Skógræktarfélag Íslands svona undabil 200 tré eða aðeins meira. Og ég vona að þetta sé svona byrjun á góðu samstarfi og líka einhver megin svona byrjun af einhvers konar heildarmarkaði fyrir jólatrén sem gæti verið á sameiginlegu staður fyrir alla sem eru að selja trén og vilja markaðssetja þau. Þannig að þá datt mér í huga að fara að taka saman tölurnar trén sem eru seld. Þetta vegspjald hjá mér aðeins meira svona eins og glærur og kannski einfaldar að sjá hvað ég er að tala En allavega ég tók tölurnar frá Matvælastofnun sem eru innflutning af jólatrjám og Matvælastofnun vil meina að það bara 15.000 tré innflutt til Íslands á hverju ári. Þær tölur koma frá Dórildi, hún situr þarna fyrir framan til inn og þið getur spurt hana það. Ég var nokkur megin svona viss að þetta væri eitthvað rátt en hún alveg fullviss að þetta sé aldrei rétt. Þannig að það enginn að lauma neinum gámum og trjáminn. Þetta eru bara 15.000 tré sem koma til Íslands. Og svo hitt þá trén sem eru seld af skógræktarfélögum, skógræktinni og skógarbændum. Það eru svona 8.000 til 9.000 tré. Og hitt eru þá bara oljufélögin sem eru að græða á jólatrjám. Í formi gervitrjá sem eru plasti. Þannig að þetta eitthvað sem má alveg vinna með og reyna að breyta því að aðrir ríkisstofnanir til dæmis eins og Umhverfisstofnun eða hvað það sem heitir núna við alltaf meina að það sé best að vera með tíman. Right. Ok, þannig að aðalatriðin eru þá líka að stöðflutt hugtak frá Skógræktarfélagi Reykjavíkur frábær líka slagur til þess að ýta áfram þessum trjám okkar sem koma frá okkar skógum í stað fyrir að kaupa lifandi tré sem eru innflutt frá Danmörku eða annars staðar frá sem eru þrælunnin og miklu verri þegar það kemur á umhverfisáhrifum. Og síðan þá ég með miða hérna til að sýna hvernig hann lítur út. Hann aðeins breyttur. Þetta flottir miðar sem Skógræktarfélag Íslands notar á all tré sem þau selja. En á mínu mati mætti líka bæta við upprunastað og framleiðandi. Þetta er svona stöðum hálf. Svo ætlum við þess að frábæru stutt kynningar á smá óvæntu atriði. Ég finn þá kynningu. Börnskjál hérna. Og þá eru Tómas og Brynjar frá Osmocode sem ætla að kynna þetta fyrir ykkur.
Okay, thank you. Just a little bit short about Osmocote. I'm happy to be here. We had a lot of questions, but we'll see if I get it down there. Just going to describe it shortly how it works. Myself, I'm Thomas Zettlin from southern Sweden. Born, raised on a forest farm, still run that. Yeah, that's what I do on my hobby. During my work, I'm representing the company that produces Osmocote and Agroblend. Control-released fertilizer, it's a special thing. You can see all the advantages with it. It's of course that you can put it down under the plant and there's no risk for burning roots or anything like that. It's also very effective when it comes to leaching and so on. You have very minimum leaching from a control-released fertilizer products. It's much lower actually than an organic fertilizer, if you compare it well. We have got a lot of questions how it works. It's actually a normal NPK product with all the trace elements, I mean the nitrogen, phosphorus, potassium, and also all the trace elements, micronutrients in the granule. That is then coated in a factory in a very special process with a resin, or and resin was maybe used, I don't know the Icelandic name, but harpiks in Danish, Norwegian. So you can say it's a forest product to the forest that it's coated with. Depending on how thick the coating is, the longer the longevity of the product will be. What happens is that the water penetrates the granule, it comes in, and depending on the temperature, it pressure out the nutrients through the shell. And that's basically how it works. It builds up a pressure that's called osmotic pressure. That's why the name Osmocote. And then it pressures out, and depending how thick the layer it is, it takes different, everything from 2-3 months up to a year at 21 degrees, because that's how we measure it. So it means practically that an 8-9 month product that we promote here, it lasts about 2 to 3 seasons in soil because of the soil temperature. The reason why we use 21 degrees is because that's the average temperature in a greenhouse, and the whole industry, independently who produces the product, we always use 21 degrees as a reference temperature. After the nutrients are out, the shell is still there, and it will biodegrade after a while, and after a number of years you don't see anything left of it, and it's out. That's shortly the principle. So, thank you. Takk svo mikið. Ok, þá erum við bara búin að halda tíman mjög vel. Ég þakka öllum fyrir lesurum fyrir og minni ykkur á að veggspjöldin hanga hérna uppi, þannig að að gera át af því að við komum 5 mínútur fyrir mat, að getur byrjað á því að skoða veggspjöldin og höfundar þeirra eru hérna, þannig að það er bara að finna þá til þess að spyrja spurninga og bara takk ykkur fyrir þetta. Það var bara komið að hádegislénu. Ég ætla bara að segja takk fyrir mig. Því mínum formlegu störfum líkur hér með. Því að eftir hádegismat sem byrjum áttur klukkan 1 og þá er það Björn Jónsson sem tekur við mikrofónunum, ekki keflinu. Já, ég vil byrja að misnota aðstöðu mína hér og minna á aldur minn. Hann er eldri en mörgum sem er hér í salnum og þar að leiðandi heyrist betur, Björgvin, heyrist ekki. Þar að leiðandi þá vil ég fagna því að við erum hér á Hellu sem sannur Suðurlendingur, þá fagna ég sérstaklega að vera hér á þessu stað. Ástæðan er sú. Það var skógræktarfólk sem breytti ásýnd Hellu eftir aldamótin. Skógræktarfélag Íslands og Skógræktarfélag Rangeyinga held í samstarfi við Toyota komu og breyttu kolsvertu sandi hérna fyrir austan þorpið í Vin. Farið endilega í sumarferðinni, það er góðu vegur hérna niður í þennan skóg.
Þetta indiskóur og takk Skógræktarfélag Íslands og Skógræktarfélag Rangæinga að breyta ásýnd hellu á örfáum árum. Af því ég byrjar að segja þetta, það eru fleiri sem að hafa lagt til að byggja upp skó á vonlausum svæðum á Íslandi og ég hef reynt að leggja mig í vana að vera með 1 hrós á hverjum degi. Mitt hrós er til þeirra sem hafa lagt í að byggja upp skóa á vonlausum svæðum. Það er á meðal eins og Aðalsteinn Sigurgeirsson út í Ölfusi, þeir sem að komu í skóla hvað heitir það, skógarnir fyrir norðan á stóra sandsvæðinu, Hólasandur, takk fyrir. Þeir sem hafa komið þessu pluss allir aðrir fá mitt hrós í dag fyrir að sýna okkur Íslandingum að það er allt hægt í skógrækt. Þá erum við með fyrsta erindi af 4 á þessum 1 klukkutíma, þannig að við þurfum að keyra hratt áfram. Og fyrstur er hér Aron Scherer sem að fjallar að mér sýnist skógarauð íslenskra skóga í þéttbýli. Gjörðu svo vel. Hello. Try not to break the microphone this time. Yeah, so you see me again, and another talk just looking into peri-urban woodlands. And very much came about because something I very much quickly realised within a lot of municipality plans and just general within sort of urban management is that the kind of urban forest itself seems to be very much pushed to the peripheries of most areas. And as such, it kind of, what we normally see within urban canopy statistics in Iceland, if I flick over, is that, you know, the national sort of average is quite low when we talk about urban tree canopy cover in the urban forest. Now, it's just low generally across the world, like 9.4% is not good at all. Now, there is exceptions to that. You know, that is quite regionally based in the sense that the capital region is quite poor, but then places like Akureyri is at like 20%, places like Ystad at 30%, so which is, you know, quite a range. But as we know, there's this kind of new target that is set across the world at the moment, which is this 330-300. Now, the idea of that is that you should be able to see free trees from wherever you are. You should be able to have 30% canopy cover in your neighbourhood and be within 300 metres of a green space. Now, most of that is just based on well-published research into the benefits of having trees and green infrastructure within urban areas, and why that is, especially when we're looking for these sort of nature-based solutions to tackle sort of the impacts climate change is having upon our urban areas. A lot of it is very relevant to try and increase the viability of our urban spaces. Now, that had me thinking, with the national average being so low in Iceland, that why is that? Like, you know, as always, one of the problems with any sort of percentage, especially land cover percentage, is that it's all about where your boundary is. Now, we can quite easily see that in many urban areas, there tends to be a woodland on the outskirts of the urban place. So, normally through community planting or, you know, the kind of various sort of afforestation efforts by the community, but they're currently not really being included within this kind of general statistics. So I kind of went into looking into, okay, well, in Scotland at the moment, there's this sort of initiative, which is woodlands in and around towns. It's a funding initiative to enable, and it's been around, as you can see, since I think it was just a bit earlier than 2007, but in the early 2000s, to create these community woodland projects, where community groups would go out and, a bit like the, you know, Icelandic Forest Association, you know, go out, create these community groups, NGOs to create access to these kind of woodland areas. So to start off with, and I had a poster about it last year about the iTree canopy, doing an assessment of all the urban areas in Iceland, looking into sort of those percentages, but then quickly moving on to, so what does the urban woodland look like? So within this framework in Scotland, what they look at is within 1 kilometre of the urban boundary.
So basically, is it accessible from people? Now, there is also obviously other equity issues with that, but in general, most people should be able to access the woodland if it's within 1 kilometre. And yeah, but they also looked at the different thresholds as well, just to sort of see how that changes. So starting off with things directly adjacent, within 300 metres to meet their 330-300 statistic, and also 500 and 1,000 metres, to sort of see how much access there was. And also, whilst I was doing that, what I did was the threshold as well was that if any part of the woodland fell within those boundaries, the whole woodland would be counted. So not just like that 20 hectare bit what was in it. Also, if it was 1,000 hectares, that would have been part of the wider area. Now, that came out at approximately, the peri-urban woodland across Iceland is about 13,000 hectares. Now, of the total forest cover we have, that's about 6% falls within this boundary, of which 15% of cultivated forests are actually within this area, and obviously I assessed that over the 99 urban towns. Now, as you can see, that kind of splits across relatively even between both. But it is worth stressing that I didn't necessarily identify access issues. So I didn't necessarily map out if what paths were connected, if some were more connected than others. This is just what the forest cover was in those areas. But what we do see is that the urban tree canopy cover does correlate quite closely with how much access to the surrounding woodland people have. So the more surrounding woodland you have in the peri-urban area meant that you had a significant proportion higher of urban tree canopy cover. So obviously there's a big equity issue here. And most of that is because the Southern Peninsula is just awful in general for all parts of this. And that's where we look into sort of how that changes with those targets. So, and this is where I think it was really interesting. Now, if we include the peri-urban woodlands within our urban boundaries, we're actually within that kilometre region, the sort of proportion is that quite a significant amount are actually within that 30% target. So realistically, although there does need to be sort of drastic things need to be addressed regarding equity, especially with urban tree canopy cover, depending on if we actually don't just basically stop the boundary at the urban edge, we actually include these other park areas, the access to forest cover is significantly more, and also tree cover is significantly more. So it kind of paints a picture that Iceland itself in an urban context isn't that far off other parts of Europe. Rural is different altogether, but in the peri and urban, the fact that this isn't currently part of any sort of proper policy, you know, I think it's in Reykjavik's urban plan, you know, you basically have like 6 bullet points or 5 bullet points which touch on trees, which considering that this is such a key part of the green infrastructure, there certainly needs to be more regulation or policy in place to protect it. And yeah, you can kind of see the regional differences. So obviously in the capital, there's with Hivmark being a key factor in that, shows the differences of the access and how that is impacted by the urban tree canopy cover. And yeah, you can kind of see here the key differences of these sort of areas where in the south, the east and the north is quite well, and sort of around the capital and especially in the west is quite poor. Yeah. And then I sort of did a combined score there where I looked at both the urban tree canopy cover and the peri-urban woodland access to sort of see who is doing well. Obviously the municipalities in Iceland, they're all a bit weird, so it sometimes doesn't work out that well. So yeah. And yeah, so the main thing really is just how this needs to be taken more seriously within policy, especially within national policy. The fact that at the moment urban forestry isn't really isn't a discussion topic, or even peri-urban woodlands is kind of forgotten about. We heard with Uwe yesterday about the issues with Hivmark, how it's been, you know, kind of neglected and it's within the policy framework and not really the services that they provide is being taken seriously enough. Because at the end of the day, these are the woodlands and the areas that people visit the most. You know, these are the areas which provide the most services to people. So it needs to be a lot better framed within the policy and made sure that expansion happens within these areas. Because a lot of the time, you know, surrounding urban areas anyway, you know, there's a lot less issues regarding planning about creating these sort of new woodlands and expanding these woodlands especially. So yeah, that's
Takk fyrir kærlega. Við höfum tíma fyrir spurningar ef eitthvað eru. Ég sé enga hendi á lofti, þá segi bara takk kærlega fyrir. Thank you. En nú færist stuð í mannskapinn, það sem að rafmagnað erindi hérna eftir, rafmagnuð endurheimt. Það er þessar tvær öflugu konur hér mættar, Ásrún Elmarsdóttir og Edda Oddsdóttir. En eins og við veitum að Landsvirkjun hefur virkilega tekið þátt í að aðstoða okkur Íslendinga með að gera ýmislegt skemmtilegt í skógi, og ég veit að það kemur betri ljós hér á eftir. Gjör svo vel. Já, góðan daginn. Ásrún heiti ég og ég og Edda, samstarfskona mín, við ætlum að kynna fyrir ykkur verkefni Landsvirkjunar í endurheimt gróðurs, og við ætlum að leggja áherslu á að gefa ykkur innsýn inn í svona verklagi hjá okkur og áherslurnar, og einnig hvaða verkefni, svona helstu verkefni í gangi þessa mundir. En einmitt að í gegnum tíðina þá hefur Landsvirkjun lagt metnað í að ganga vel náttúruna á sínu starfsvæðum. Og í loftslags- og umhverfisstefnunni í dag þá er lögð áhersla á 3 meginatriði sem að tengjast nýtingu á náttúrunni. Fyrst ber að nefna að það er markmiðið að bera virðingu fyrir náttúrunni. Við viljum þekkja umhverfisáhrifin okkar og bregðast við þeim eins og best er hægt. Og síðast en ekki síst að þá höfum við sett fram að við ætlum að standa vörð líffræðilega fjölbreytni á starfsvæðunum okkar, og þá með vistkerfis nálgun að leiðarljósi. Nei, ég ætlaði ekki að fara hérna. Ekki að fara hingað. En það er einmitt óhjákvæmilegt að fyrirtæki eins og Landsvirkjun, við erum að hafa áhrif á náttúruna. Þetta er inngrip inn í náttúruna, og þannig að við erum að hafa bæði áhrif á náttúruna í heild sinni og þetta lífríki sem að fyrir er. Og uppbygging virkjana fylgir rask vegna framkvæmdana. Það fer land undir miðlunarlónin. Það verður jarðvegsroð við lónin á meðan allavega þau eru að festa sig í sessi. Við erum að virkja jökulár, þannig að það er setjast fyrir í lónunum, og það getur svo þegar láttur í lónunum verið að fjúka til dæmis upp á bakka og í nágrenni við lónin. En vegna þessar áhrifa þá erum við að beita mótvægisaðgerðum til að reyna að milda einmitt þessi áhrif. Og eina leiðunum sem fyrirtæki hefur beitt til að bregðast við þessum áhrifum eru einmitt öflug endurheimtaverkefni. Og þau hafa verið í gegnum tíðana undir hatti skógræktar. Þetta eru stór landgræðsluverkefni, og svo höfum við líka snert á endurheimt votlendis. Og alveg frá upphafi þá hafa þessi verkefni verið mikilvægur hluti af bara starfsemi fyrirtæksins, og í dag að þá erum við að leggja áherslu á að vinna á lítgrónu svæðum, þannig að við erum að græða upp rofin og lítgróin svæði þar sem að við erum þá að hefta sandfok og jarðvegstap, og höfum líka verið að leggja áherslu á að við séum að vinna með það að efla og koma upp staðagróðri á svæðunum okkar sem að þá eflir líffræðilega fjölbreytni, og svo fáum við auðvitað ávinninga af kolinsbindingu í þessum verkefnum. En árið 2020 þá fórum við eins í gegnum svona einmitt áherslur í verkefnunum okkar, og það var ákveðið að frá og með þeim punkti að þá myndum við nota eingöngu innlendartegundir í skógræktarverkefnunum okkar. Þannig að við erum með áherslu á að koma upp náttúruskógum. Og umhverfist þetta allt, og þetta tengir saman í því að við ætlum og erum að vinna í því að nota vistkerfisnálgun í verkefnunum okkar.
í gær þá var talsvert komið mitt inn á þetta, hvað er vistkerfisnálgun og var talsvert rætt það, en svo ég rifji það aðeins upp að í þessu þá erum við að samhæfa vernd, nýtingu og samfélagslega hagsmuni, þannig að vistkerfið í heilsinni haldi virkni sinni og heilbrigði til langs tíma. Það er svona útgangspunktur þessarar meðferðar eða aðferðar öllu heldur. En þá er spurning hvernig við erum að nýta þetta í okkar verkefnum og mér langar að gefa hérna kannski bara eitt svona konkrét dæmi hvað það var þar. En við höfum einmitt verið núna undanfari ár í samvinnu við Land og skó með að endurskoða viðbrögð og mótvægisaðgerðir með áfok við Blöndulón. Og þar erum við einmitt að beita þessari aðferðafræði. Áfoki hefur svo sem lengi verið vaktað við svæðið og það hefur svona ýmislegt verið gert í gegnum árin. Þannig að við erum með góða sögu þróun áfoks og hvernig það hefur breyst og sveiflast í gegnum árin og Náttúrufræðistofnun hefur undanfarin ár verið með það verkefni. Þannig að við fórum í það að afla gagna sem að fyrirliggja með Land og skói. Það voru sett þá markmið núna, hvað erum við að fara að gera og hvers getum við vænst að ná, hvað markmiðum getum við vænst að ná. Og Land og skógur er búin að setja saman fyrir okkur 5 ára áætlun sem við erum einmitt að rýna núna bara innan hús hjá okkur og eru þá svona að taka endalega ákvörðun hvaða verkefni hvernig við nálgumst þetta næstu 5 árin. Gerum ráð fyrir að byrja bara á þessum aðgerðum núna í sumar og síðan inn í þessari þá aðgerðar áætlun erum við búin að setja inn hvernig við ætlum að fylgjast með þessu og bregðast við ef að þarf að breyta eitthvað. En áður en við fórum í þetta ferli að þá kölluðum við til, ég held að það verið svona 15-20 hagaðila sem að koma á einn og annan hátt að svæðinu við Blöndulón og buðum þeim í samtal að þetta væri framundan og hvort að þeir sæju eitthvað sem að þyrfti að gera, huga að og svoleiðis og við ætlum að halda þeim og höfum haldið þeim upplýstum í þessu ferli. En samhliða í þessu verkefni þá erum við líka að máta okkur við verklag sem að kemur fram í staðli alþjóðlegu endurheimtarsamtakana Society of Ecosystem Science. Já. Og þannig að við erum svona, eins og ég segi, höfum verið að skerpa á þessu verklagi hjá okkur. Og kannski aðeins áfram með verklagið að við höfum líka verið að rýna bara verklag þessara endurheimtaverkefna, reyna að samræma eins og við getum á milli verkefna, hvaða gögn við erum að afla og áherslurnar hjá okkur. Þannig að við getum svona sagt söguna, sambærilega sögu á milli verkefna og Land og skógur er satt best að segja helst í ráðgjöfun okkar í þessu verkefnum og er að halda utan skráningu aðgerða hjá okkur. En bara svona í grunninn þá snýst þetta að við viljum alltaf í upphafi verkefna að sé gerð kortlagning á aðstæðum, það sé gerð áætlun til nokkur ára og bara hvert við erum að stefna í hverju verkefni, markmiðin sem skýr. Við viljum að skráning aðgerða er skríð og eins og ég sé skýr og það er eins og ég segja að Land og skógur er að sjá það og síðan erum við að vakta árangur. Bæði að kolefnisbindingin hefur verið að rúlla hjá okkur í nokkur ár en við erum alltaf meira og meira að fara að vakta og ástandsmeta bara árangur aðgerðana. Þannig að þessi gögn öll liggja í landupplýsingagögnum og við gefum talsvert út af skýrslum í þessum verkefnum. En alþjóðlega líka eru að koma alltaf sífellt meiri kröfur að fyrirtæki eins og Landsvirkjun upplýsi sín áhrif á lífríkið og þá erum við búin að vera að rýna hvernig getum við gert það. Og það að við séum að reyna að skerpa á þessu verklagi er bara stór hluti af því. Og þetta er sérstaklega með tilliti til líffræðilegrar fjölbreytni og eins og þið vitja nú nýlega hafa okkar stjórnvöld sett fram stefnu líffræðilega fjölbreytni og við erum svo sannarlega að horfa
til hennar þegar við erum að rýna okkar verkefni og eins og kom fram líka í gær svo sem að það ýmsar aðra stefnur sem að tikka inn í þetta samtal. Land og líf, þessi staðlar sem hafa verið setta fram, skógar, kolefnið, sjálfbærni í skógrækt og þess áttar. En við sem sagt höfum verið að liggja yfir okkar gögnum og við ætlum að gefa ykkur dæmi þetta með mælikvarða fyrir mótvægisaðgerðir og kolefnisbindingaverkefni að það sem sagt við vitum vel eins og bara ég tek sem dæmi miðjan á grafinu til vinstri að á Eyvindarstaðaheiði á Landsvirkjun að græða upp 600 hektara samkvæmt upphaflegum virkjunarsamningum. Í dag erum við búin að vinna á 2200 hekturum og samkvæmt ástandsmati búið að græða upp eitthvað 1100 hektara sem að teljast í dag og orðnir sjálfbærir. Þannig að við viljum og erum að vinna því að geta fara að upplýsa bara stöðuna í verkefnunum á þennan hátt. En þar að auki þá höfum við núna til margra ára verið að fylgjast með eins og bara við vitum hvaða ábyrgð við erum að bera á magnið, hvað hann að losa, hvaða binding liggur fyrir í verkefnunum okkar, þannig að við erum svona að bæta ofan á þessa upplýsingagjöf. Já, ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessum verkefnum og fókusera á Suðurland og þessar nýframkvæmdir sem að fara að stað, en svona bendi ykkur svona aðeins að draga fram að hér kort sem að hægt að sjá hvar við höfum verið að vinna og við höfum verið að vinna á öllum svæðum nema á Vestfjörðum, þar sem að við erum alltaf ekki með neina starfsemi. Þetta eru landgræðsluverkefni, skógræktarverkefni og endurheimt votlendis og þarna eru svona svipmyndir frá votlendis endurheimt og landgræðslu upp á Blöndu. Þetta vinnum við í samstarfi við ýmsa aðila, bæði stofnanir og félagasamtök og landeigendur. En skógræktarverkefnin, þar eru við með markmiði og það eru landbætur og kolefnisbinding. Og það hefur svona sem landbætur eru svona aðal áherslan og kolefnisbindingin fylgir með. Og þarna sjáu þið myndir sem eru teknar með nokkra ára millibili og Trausti þarna að sýna okkur, sýna Hákonni og Ásún þarna bak við Hákon og Aspar gróðursetningu í Skarfanesi. Og svo fórum við þarna í Hittifyrra og þá ég að leika Hákon en þau hinn tvö eru ennþá þau sömu. En við erum sett í samstarfi við Land og skó og þarna í Skarfanesi en líka á Blöndu og Hólasandi og Rangárvöllunum, þar erum við með 3 verkefni. Síðan erum við í samstarfi Skógræktarfélag Íslands upp við Bjarnalón, þar sem að við fáum plöntur og svo eru krakkarnir okkar sem eru í sumarvinnunni, þau gróðursetja og það kemur starfsmaður frá Skógræktarfélagi Íslands og leiðbeinir þeim og kennir þeim og ég veit að við erum mjög ánægð með þetta okkar megin frá, gott fyrir krakkana að taka þátt í þessu og svo náttúrulega hefur verið unnið við Búrfell, þar náttúrulega búið að vera gróðursetja og það svona fer að líða að því að við þurfum að fara bara að hugað umhirðu. Fyrir 3 árum að þá vann Skógræktarfélag Íslands fyrir okkur umhirðu áætlunir fyrir þessar skóglendi sem eru við aflstöðnar í Sogi og upp við Búrfell og við höfum svona verið að byrja að vinna að því að hirða þessar skógareiti sem eru þar, bæði þannig að þeir eru svona misbrotnir sumir og alveg full þörf á að hirða þá. En síðan erum við náttúrulega núna, það að fara af stað eitt mesta framkvæmda tímabil í sögu Landsvirkjunar og það eru 2 stór verkefni, eða rauninni 3 stór verkefni á Suðurlandi sem að verður farið í núna fljótlega og Vaðölduver sem þið sjáu þarna merkt inn á sem vindorkuverið, þar þegar hafnar framkvæmdi þar. Hvammsvirkjun, það eru bara síðan í gær, getur sagt glóðvolgafréttir, þá kom inn síðasta framkvæmdaleyfið
En þetta ennþá einhver kæra einhver staðar, þannig að en allavega framkvæmdir halda áfram eins og Og þessum framkvæmdum, það fylgir óhjákvæmlega nokkuð mikið rask og ekki síst eins og við Hvammsvirkjun þar sem að fer talsvert af landi undir lónið. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því hvernig við erum að díla við þetta. Þarna sjáum við yfirlitsmynd yfir vindurlundin við Vaðöldu. Að þar tvennt í rauninni sem við erum að horfa til, að það endurheimt gróðurs vegna framkvæmda og þarna eigum við eftir að í rauninni meta hversu mikið af gróðri mun tapast og síðan erum við líka að horfa að það eru svæði þarna sem við munum raska en sem við munum þá ganga frá. Og það hafið samtal við Land og skóg frágangasvæðinu og það búið að tengja saman Land og skóg og landslagsarkitektana sem eru okkur til ráðgjafar. En þarna gerum við ráð fyrir að það verði farið í uppgræðslu 1:1 og það hófust voru gróðursettar 100.000 plöntur í fyrra. En svona stundum þá fara framkvæmdar aðilar fram úr sér og þarna eru ummerki eftir vatnslögn sem að varð örlítið meiri og heldur en að við bjökumst við. En það var einmitt farið þarna með kjötmjöl á síðasta ári og við eigum nú vona því að þetta muni jafna sig. Þannig þegar kemur að Hvammsvirkjun þá Hagalón, það verður 400 hektarar í heildsinni og þar af 200 hektarar sem við teljum til þurrlendis. Þarna háir okkur að hversu langan tíma þetta hefur tekið því að öll gögn sem við höfum eins og gróðugreiningar svoleiðis eru komnar nokkuð til ára sinna. En við erum að horfa til þess að þarna verði þá til dæmis meira ræktaða birki heldur en má gera ráð fyrir út frá gróðugreiningunni. Við erum að nýta svarlagið við frágangssvæða og þið sjáu þarna mynd, þetta vegur í landi Hvamms, það sem að var fluttar til Torfur og síðan ber okkur náttúrulega að vernda Viðey, það mun verða dregið úr rensli í kringum Viðey og þar verður gerð fjárheld girðing. Og svo verður vöktun líka á foki úr Jarðvegi. Við ætlum að enda þessu með mynd frá Búrfelli. Þið sjáu þjóðveldisbæinn þarna í baksýn. En nefnilega með framkvæmdum að þá kom ekki eingöngu fram neikvæð áhrif á lífríkið. Heldur það skapast líka tækifæri til aðgerða og til þess að bæta. Og við höfum Landsvirkjun frá upphafi lagt sig áherslu á að ganga vel og lagat vel til eftir sig og ganga vel frá svæði. Og með stofnun sviðsins sem við Ásum tilheyrum, sem rétt 4 ára gamalt, að þá hefur sú áherslu orðið bæði markvissar og metnaðarfyllri. Og það okkar skylda að nýta þær auðlindir sem okkur trúa fyrir á ábyrgan hátt og það felst meðal annars í því að lágmarka áhrif framkvæmda og bæta fyrir þau áhrif sem þó verða. Takk fyrir stelpur kærlega. Aðeins ein spurningu sal ykkur, ef svo ekki, aftur bestu þakkir. Já, spurningi var, þetta ekki sjálfsagt og það voru fljótar að svara. Já. Þá erum við með einn mesta hagleiksmann á timbur hér á Íslandi, Jón Guðmundsson, gjörðu svo vel. En hann ekki að fara að fjalla timbur eða úrvinnslu á timbri. Hann eins og stendur í dagskránni ábyrgðaráhrif belgujurta í skógrækt. En þið ykkar sem hafa ekki séð verk eftir þennan mann endilega farið á netið að sýningar hjá honum stórkostlegir munir sem hann vinnur úr timbri. Gjörðu svo vel. Takk fyrir.
komið þið sæl. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá rótarhýðisbakteríum, velgjörnum, nýtubinding og áburðaráhrifum þessara lífvera. Fyrst skulum skoða hvaða plöntunæringarefni vantar í lítið gróinn jarðveg. Það eru fyrst og fremst 3 næringarefni, það er nítur, fosfór og brennisteinn. Nítur, má auka nítur í jarðvegi með því að nýta hæfileika rótarhýðisbaktería. Fosfór má losa með að losa klópundi fosfór og brennistein má auka brennistein í jarðvegi með því að búa til meiri lífrænan forða. Ég byrjaði rannsóknarverkefni 2013 þar sem ég var að reyna að mæla áburðargildi 10 belgjurta. Fékk til í styrk frá minningarsjóði Hjálmars og Elsi Bárðarsson. Og ég tek fram að það er ekki tíma til að fara neitt í niðurstöður. Þess að ég ætla að með fyrst og fremst bara segja ykkur frá þeim ályktunum sem ég dreigja þessum verkefnum og senda út í viðbót þessu rannsóknarverkefni. 7 ára verkefni þá við stuðst við niðurstöður úr reytum við þekkta ræktunarsögu myndaðar áður í tengslum við önnur rannsóknarverkefni. Þetta er sem sé getur lesið í skógræktarritum 2022 og svo er ég með starta rannsóknarskýrslum á vegagerðarinnar. Mæli aðferðnar þegar var að mæla þetta var þannig að mældirunni sýrafar og magn fosfórs og níturs í efstu 5 cm og svo að lokum plöntuvöxt. Níturbinding í jarðvegi er að miklu leyti unnin af rótarhýðisbakteríum. Efri geitasandur var í gamla daga algjörlega án rótarhýðisbaktería og það gaf okkur færi á því að gera útitilraunir með beinlínis með bakteríur. Og það voru með samstæði hópa frá Noregi og Finnlandi hegðun þessara baktería og samskipti þeirra við hvítmóra. Og það var unnið með bakteríustofn sem hefði ræðgrindur og út í hægt að þekkja þá aftur út í náttúrunni. Og allar tilraunir voru sem sjá efri geitasendi en raunin síðan unnið úr þessu í Noregi og Finnlandi. Ég sendi bara stöð sýni þangað fyrir þá til að vinna úr. Rótarhýðisbakteríur þær mynda nítur úr andrúmsloftinu en orkan hún kemur náttúrulega úr til fæðu sem það ná í. Og það kom í ljós í þessu verkefni bakteríurnar þær geta lifað frjálsar í 3 ár án þess að vera stengslum við hvítmóra sem sé frjálsar. En þegar maður sáði hvítmóra eftir enn tíma þá gátu þeir tengstunum. Svo ætla ég aðeins að ræða þessi samskipti sem eru milli plöntunar og belgjurtana, milli plöntunar og rótarhýðisbakteríana. Þetta er tiltölulega flókið ferli og reynir bara ólíkindum að það skuli geta komist á. Bæði plantan og bakteríuna þurfa að kynnast aðeins og síðan býður plantan bakteríunum að koma til sín og þær þykja boðið og fara inn og planta þá býr til umhverfi fyrir þær. Dregur það ekki rótarár inn í rótina og myndar það hníði og býr það til súrefnissnauðar aðstæður með því að búið til leghhemoglóbín sem eyðir súrefninu og síðan eru þessar bakteríur bara fóðraðar og þær breytast í ósjálfstæðar bakteríur sem við kallum bakteríóíða og þeir eiga ekki afturkvæmt aftur út í jarðveginn. Þannig að þetta er svolítið merkilegt að þetta skuli ganga. En aðeins lítill hluti af ritsöpum sem í jarðvegi svara kalli plöntunar. Og í þessum fyrstu tilraun þá tóku eftir því að það veitti ekki að 50.000 bakteríum per fræ af hvítmóra. Þannig að þær sem séð lifa í jarðveginn þær ekkert ábúðslega spennti fyrir að fara inn í smóran. Og í sambandi við þetta og sambandi við ræktunum þegar við erum að vinna með þessar bakteríur þá vil ég benda á það að þessar bakteríur þær deyja auðvitað og þorsta, þær mynda ekki gró og það drepast líkur hungri.
og gömul mold sem nú til við sáum við gjarnan í svona mold, spaknumold eða mómold, en það eru öll lífrænu mólekúlur orðin risastór og eru ekki fæða fyrir bakteríur. Þannig að það er ekki gefið að þessar róteindir sko lifi þetta af þegar maður er að vinna með þær. Nú, belgjörtum vantar alltaf fosfor og brennivín og brennistinn. Já, smá, munið ekki miklum. Fosfat binst þessi kalsín í jarðbærsku jarðvegi og ál og járni í súri jarðvegi með sérstökum hætti sem kölluð klóbinding. Og á því stigi, þar er fosfatið mjög fast og hreyfist ekki neitt. Við sýrufarkingum pH 6,5 er þessi klóbinding veikust og það er til dæmis best að rjúfa hana við þetta sýrufar, við þetta pH-gildi. Tiltæku fosfar í nýju vistkerfi takmarkast af losunarhraða veðrunar, en eftir að losa fosfatið úr komið í lífkerfi þá er henni gengur að enda eftir í lífkerfinu. Og þannig er alltaf fosfatformin tengd í ýmsum öðrum mólekúlum líka. Fosfatsins hreyfist mjög hægt í jarðvegi og plöntur þurfa að vaxa að fosfatinu til að ná því. Það er að plantan sækir fosfatinu, fosforinn hreyfist ekki, kemur ekki til þeirra. Og við tókum til þessu verkefni þegar maður byrjaði, eftir að maður laði út reitina, þá fjall fosforgildið í jarðveginum. Sem bendir til þess að það er taka alltaf lausa fosfat sem er til og síðan lengt í langu tíma af hverju það er nýtt jafnvægi kemst á aftur. En þegar það fosfat komið inn, þá er það í sífelldri hringrás milli lifandi efna, dauðs lífræns og svo laust í jarðvegsvatninu. En þegar orðið nóg að fosfor í kerfinu, þá gengur þetta endalaust. Sko. Og svæðið sem er á því stigi verður bara til frambúðar uppskýrum mikið svæði. Það er aðeins brennisteinin, það er alltaf skortur af brennisteini, af því að hann beinst ekki dauð í jarðvegi, hann er dettur í jarðvegi strax. Það er ekki mikið að bera hann á, því hann bara hverfur fyrstu rigningu. Eina góða aðferðin að bæta og brennisteins er henni lífrænt efni og til dæmis lífrænt áburður. Nú það eini sér ekkert að belgjurtir hafa áhrif, það sjáum þá löngu færi. Og ég ætla nú að fara aðeins nánar í þetta. Ég var með tilhörunarskipinu var þannig að ég var með reit án belgjurtar viðmið og hann var alltaf mælt í þessu viðmið og reiti til þess að berast til að kanna hvað var að gerast. Síðan var ég með belgjurtar reit með völdum svarðanautum, notaði birki, selju, reynivið og lerki og síðan voru jarðefnagreiningar og uppskýramælingar lokum massi og hæðarvöxtu trjáa. Reynivið reyndist vera hentur sem tilraunarbanda. Hann er mjög kræfur á næringarefni og sýnir með blaðlit og orsveisti hversu greiður aðgangur er að plöntu næringarefnum. Nú ætla ég að segja hlaupa aðeins yfir einstaka tegundir. Baunagrasið mynda jarðlagið þekju, samkeppnisþróttur er lítill og aðrar plöntur er auðvelt mann á fótfestu í baunagrasbreiðum. Baunagrasið reyndist er ágætur áburðagjafi. Fræmundi þess er mikil, en út af sáningar baunagrasið ganga mjög illa, sjaldan verður fræða plöntu. Og ég var reyna að skýra okkur þetta gekk svona illa þá og prófaði bæði að bæsa það með sveppavarnarefni og skortireitir fræið og hvorugt við áhrif, þannig að langlíklegasta skýringin er svo að þessi tengslamyndin við róteinisbakteríur gangi bara mjög illa með baunagrasi. En sérkaup baunagrasplanta myndar stórar breiður. Hún getur þess auðvitað að loka rófabarði, einn planta. Nú þá er það gullkóldurinn sem er svo sem allt öðruvísi heldur en baunagrasið. Hann myndar ekki renglur en breiðist út með fræi sem er mjög góða spírunarhæfni og tengslamyndu við nýturbindandi bakteríu gengur bara mjög vel. Þannig að
Bönagrasið er mjög, gullkoldurinn mynda fljótt, fljótt mynda stóra breiður, en tegundin er einbær, plöntur vaksa í 1 eða 2 eða fleiri ár og blómstra og mynda stort og vel spírunrætt fræ, en deyja því loknu. Umsetningin er þess vegna mjög mikil. Það er alltaf fullt af dauðu plöntum í serðinum. Þetta er smávaxin planta en ábyrgðin áhrif er mikil miðað við stærðina. Og hröð útbreiðslan getur verið mjög hröð og það má sé að frá örfáum plöntum breiðist það næstu með eldingarhraða svæðið. Hvítsmári hefur lengi á landinu og það myndast innlendir stofnar. Áburðaráhrif hvítsmári eru alveg augljós. En þessi innlendustofnar eru smávaxnir og mynda lítið fræ en breiðast út með renglu sem kallast smærur. Rauðsmár er öllu stærri en hvítsmár og myndar ekki smærur og tegundir var mjög sjaldgæf hér á landi en að mynda ekki fræ en núna er rauðsmár farin að mynda fræ hér á landi og getur alveg breyst út. Umfimmingur, flækjutegund sem er vaxið lengi á landinu og tegundur nokkuð algengur og er með þessa skemmtilegu vafþræði og hann er að klefra upp lerki og komin alveg upp í topp og upp fyrir toppin meira að segja. Og hann er sem er breiðmyndandi, myndar mjög langa neðverðar renglur og einn planta getur orðið að mynda þakki 50 fermetra á fá einum árum. Giljaflækjan er einna öflugasti belgjötinn í nýtabindingu og jarðvegi og jarðvegi myndast mælast hágildi af nítri og fósfór og það er mjög líklegt að giljaflækjan losa klóbundi fósfór. Hún er mikið samkýmnistrótt og getur auðveldlega orðið einráð í eigin breiðu. Aðeins í sambandi við næsta fyrirbyrði sem er afrán. Í fáinu reytum bara á óvæntum afföllum að giljaflækju og kannaði með skoðun og eiturefnótkun hvort skortir eða seppir væri að drepa rætur en svo var ekki. Ég hafði sambandið pólskan sníkjufræðing og í samvinnu hann voru rótasýnin tekin og sem hann og samtalsmenn rannsökuðu og þeir sem sé nota erfðafræðilega upplýsingar til að greina sníkjudýru tegundir. Og stuttum að líka með ljós að sníkjuþráðormar sem geta haft verulega áhrif með árið sínu fundust hjá belgjötna. Fundust sem voru giljaflækju og fundust 2 tegundir sem voru mjög skæðar. Fundust líka umfimmingið bauðingur sem var í skóm og rauðsmára. Allt tegundir sem voru áður óþekktar hér á landi. Er gott eða slæmt að svona afrán sé sko. Það er ekki gott að segja en giljaflækjan er besti áburðargjafi sem skýrst á nokkurnu þáttum. Það er mikil nýtubinding, mikil uppskera, sífelldur dauði plöntuluta sem skýrst að einhverju af miklum vexti og þar með samkeppni innan plöntunar. Svo eftir þetta einhverjum illa skýri þáttum svo sem tengjast afránum svo sem af völdum sníkjuþráðorma. Maríuskór er miðlungstór belgjört með djúpt rótakerfi og líklegt að hún drægi plöntunæringarefni djúpt úr jarðvegi. Blómstrar gulum lit, miklum blómum. Það er bara rætt. Seljanútan, hún er mjög skemmtileg planta, breið með líkist hvítsmára og myndar gott fræsöfn auðveld, lensugandur, myndar stóra breiður, fræmyndar sint á hausti. Strábölgur er mjög stór belgjört og verður algjörlega einráð það sem hún er. Og náist við strábölgur 100% tekið þá getur hann 5-10-faldan nýtur og fósfórmagn í jarðveginum. Og þekkjum all lúpínuna, hann er fljótt yfir hana. Hún sé vel þekkt, hún bindur svipan, það sé allar þessi tegundir sem er með til en bindar hann álíka mikið, 30-60 kíló nýtur að hektara. Lúpínan gerir það sama en hún hins vegar það sem að lúpínan hefur ykkur fram yfir margar er það að hún er mjög dugleg að dreifa sig með fræi og auðvelt menn á tengslum við rótinnisbakteríurnar.
Já, það hlaupa aðeins svona, svo ætla ég bara að ljúka með þessu tíminni búin. Sko plantan tapar ekki plöntu næringarefni á ásetningi. Það er halda náttúrulega í næringarefnin með að geta. Þau tapast í dauða plöntu eða plöntu hluta á afráns. Svo næsta er það að sko belgjurnar taka ekki nýt úr jarðvegi og það þýðir einfaldlega þegar þær farin á svæðið þá taka ekki nýtir, þá fá svarðarvöðunir allt nýtrið. Og þess vegna sko það geta bara áhrif þannig. Og eins og segja það er tildulega mörgulegt gott að vera með belgjurnar sem að drepast fljótt og þannig að veltan verið mikil, umsetningi verið mikil. Þannig að bara með þessu, ég ekki segja, lókilega lærið að vera svona að þakka enn aftur fyrir hennar styrk sem ég fekk í þetta verkefni. Bestu þakkir, eins og aðan leyfi ég eina spurningu. Það er ein spurning hér. Takk fyrir þetta, Jón. Það er ekki í Jónum. Ok, þarna við fáum að sjá það kannski í næsta fyrirlestri. Það gengur illa að láta hvítsmóra lifa í sendn og þurrum jarðvegi. Hvaða tegund myndirðu helst mæla með þarna í þannig land þar sem er tiltölulega lítil úrkoma og mest sendin jarðveg sem heldur illa vatn? Hann spyr hvaða tegund hann mæli helst með í lélugu landi? Sendnu og þurru. Og ég held sjálf ég hótt að byrja á gullkorni. Sjá til. Jómar, gott klapp bæði fyrir þetta og handverkið. Þá hérna er síðasta erindi dagsins reyndar sama meiði. Hvítsmári sem fóstra fyrir ný gróðsetta trjáplöntur, Eiður Eyþórsson, gjörðu svo vel. Halló, sælveriði. Ég fæ að loka hérna ráðstefnunni, vonandi er ekki allir óþreyttir og hafa eitthvað einbendingu í 10-15 mínútur viðbót. En hérna, ég ætla að fara yfir sem sagt rannsókn sem Brynjar ánum meiri heiður af en ég, en ég tók svona saman gögnin í lokaritgerð minni í BS, skófræði. Og hún svona talar beint inn í það sem Jón var að tala sko, að hérna, fínt að fá það undan hérna. Við sjáum að það breytist ekki hérna. Kannski tala bara hérna. Markmið þessar rannsóknar var að finna hagkvæma árangursríka leið til að tryggja spírun og frið hvítsmára samtímis gróðursetningu birkis í næringarsnauðu, ógrónu og hálfgrónu landi í mismunandi landshlutum. Og þetta hefur verið ákveðin áskorun að fá plöntunar til að lifa. Ég held ég að ég hoppa yfir hann glæri hérna, en ég fer að það er eins og að koma inn á að næringarsnauður jarðvegur og frostlyfting getur verið erfið og ábyrgðargjöfin, því fylgir náttúrulega kostnaður og kolefnisspor og plöntur þurfa yfirleitt ábyrgðargjöf í nokkur ár á svona mjög erfiðu landi til að komast á legg. Þannig að það var farin þessi leið að annarkvort að sko er hægt að sá smára beint í fjölpottabakka með birkiplöntum og láta það fylgja þannig plöntunni og lifa af í felti með aðstoð og þá með mismunandi lífræðinsábyrgði eða mismunandi tilbúinsábyrgðar og svo með viðmiði. Eða þá að sá í kringum plöntuna og hér sjá á myndinni hvernig munurinn er sko. Ég veit ekki hvort þið sjá þetta lengst í burtu en hérna í hnausnum er hvítsmári sem er ekki mikið að breiða úr sér og heldur smár en
þannig að það strax komin ákveðin vísbending af því sem koma skal. En þetta voru tilraunastaðirnir og við vildum kanna þarna árangur á milli landshluta, Norður, Suðurland og munur á milli landgerða, ógróðurland eða hálfgróið. Og það voru þessar áburðar aðferðir notaðar 8. Það var osmokót, það var kjötmjöl, molta, trjákorn og svo var engin áburður. Þetta hérna myndir á ógrónalandinu, á Hólasándi annars vegar og á Víkingslæk. Og hérna þröm í Skagafirði og kot á Rangárvöllum sem var hálfgróna mólendið á Norður- og Suðurlandi. Þetta heldur smátt hérna en ég ætla að draga fram bara svona það helsta sem kemur í þessum niðurstöðum. Meðalhæð birkis eftir áburðarmeðferð og staðsetningu. Þar sjáum við að það umtalsverður marktækur breytileiki á milli áburðarmeðferða innan allra staða. Viðmiðið var með lægstu meðalhæð sem bendir til að hinnar meðferðirnar höfðu eitthvað að segja, hvað gerist. Og mesta meðalhæð var í þröm og með osmokót ofan á. Meðalhæð birkis eftir tilraunarstöðum. Þar sjáum við líka að þröm ber af og það marktækur munur á meðalhæð milli staða líka. Og svo hérna meðalhæð birkis eftir áburðarmeðferð og hér sjáum við líka aðalatriðið að osmokót undir trjáplöntu gaf hæstu meðalhæð. Og svo að viðmiðin hérna ennþá með það lægstu. Hér á þessu grafi sjáum við lyfin eftir staðsetningu og það má sjá úr því að það hærri lyfin á Norðurlandi en á Suðurlandi en lakasta lyfin var á Örfokalandi á Suðurlandi og eins og besta lyfin á Örfokalandi á Norðurlandi. Hér lyfin birkis eftir áburðarmeðferð og staðsetningu og hér virðast staðhættir hafa meira til það að segja lyfin en áburðarmeðferðin einu sér. Og ef litið eingöngu til áburðarmeðferða, það var osmokót undir eða í kringum plöntunar áhrifaríkust til að bæta lyfin birkisins á tímabilinu. Hérna lyfin hvítsmára, fara bæði þessi og þessi glæra svona eiginlega aðalatrið að þið sjáu að það mikill munur á lyfin á milli ára. Að það mikill dauði til þess að koti. En það bara 2024 og þar lyfinin orðin mjög sára lítil í rauninni. En hér kemur þröm best út. Hér sjáum við lyfin hvítsmára eftir áburðarmeðferð á árum. Og hér eftir þetta tekt að molta og blandaði ofan á, kemur betur út en osmokót til að bæta lyfin hvítsmáran. En fyrir birkið komur osmokót aðeins betur út. Það getur verið eins og Jón var að koma inn með brennisteinin, kannski moltan að hjálpa þar. Lyfin hvítsmára eftir sáningar-aðferðum á árum. Lyfin, já, eins og ég kom inn að hún minnkaði mjög mikið á milli ára og þvert á meðferðirunni. Meðaltals lyfin hvítsmára var meiri þegar sáð var í kringum plöntuna eftir gróðsendingu. Og hérna á þessu lyfin hvítsmára eftir staðsendingum árum athyglisvert að hvorki Visker nýja landshluti kemur betur út hvaða lyfin hvítsmára varðar. Því að hérna einhvern veginn, lyfin hvítsmára best á Víkingslæk á Suðurlandi og Örfokalandi en svo annars vegar á Norðurlandi á hálfgrónu mólandi. Hér áhrif sáningar aðferðana eins og oft koma inn áður, kringum plöntunar ef við viljum nýta hvítsmáran, það var það ekki í haus. Lyfinin var almennt lág á milli ára. Hún frekarbundin staðbundum háttum og landgerðin, hvorki landgerð nýja landshluti og sér betri fyrir lyfin hvítsmára. Svo var spurning hvað mætti gera til að bæta lyfinuna.
það er sannlega best að fara í einhverju uppgræðslu aðgerð áður til að plantan hvítsmára er náttúrulega mjög jurtkend og þetta er náttúrulega mjög erfiðar aðstæður sem við erum að setja hvítsmáran í. Tilraun Magnúsar H. Jóhansson sýndi það á umföðmingi, giljaflækju og baunagras í landgræðslu að það væri betra að þær tegundir lifiðu betur þegar uppgræðsla átti sér stað áður og sem gæti kannski verið yfirfært yfir á hvítsmára. Svo mætti líka skoða stofnvalið á hvítsmára. Í þessari tilraun var notað undróm stofn sem hefur sýnt takmarkaða vetrarþol á Íslandi en það var tilraun sem Áslaug Helgadóttir gerði en hins vegar kom líka í ljós að þó að hann hafi orðið fyrir miklum áföllum þá gat hann komist aftur vel á strik síðar. Þannig að það þarf ekkert endilega alveg að afskrifa hvítsmáran þarna núna en kannski Brynjar getur komið inn á eftir hvert að það voru eitthvað mælingar gerðar í fyrra. Þetta er frá 2024 mælingarnar. Annað atriði er síðan stofnval á rhizobíum bakteríunum sjálfum. Af því að það hefur sýnt sig að stofna frá Íslandi hafa marktækt meiri niðurbindingu við lágt hitastig. Þannig að það gæti verið að þeir séu kannski aðeins betur aðlagaðir að íslenskum aðstæðum en þeir erlendi. Af því að þau fræ sem voru notuð hér, þau koma forsmituð til landsins og við erum ekki alveg vissu hvaða stofn fylgdi þeim fræjum. Svo varandi lifun birkiplantna, staðsetning hafði marktæk áhrif á lifun plantna og marktæku munur var á milli staðsetningar og áburðarmeðferða sem bendir til að áhrif áburðar séu háð aðstæðum á hverjum stað. Og áburðargjöf ein og sér hafði ekki marktæk áhrif sem bendir til að lifun hafi ráðist að fleiri þáttum en bara næringargjöf og svo var einn punktur að lifun var yfirleitt herri en 80% á Norðurlandi en á Suðurlandi jafnvel undir 70%. En á Norðurlandi er aðeins að vinna. Vöxturinn á birkinu, staðbundin og meðbyrðbundin áhrif, þar er sko þröm að koma best út og ég náttúrulega ekki farið á þröm en Brynjar komið á þann punkt að þar er kannski frjósemi jarðvegs aðeins meiri og vatnshelni og það eru kannski hjálpa líka hæð yfir sjó og lengd vastaskeiðis að vera þarna hagstæðari fyrir birkið. Það er hérna osmokot meðferðin undir gaf marktækt herri plöntur. En annars er þetta er svona helstu ályktanir sem við getum dregið frá þessum niðurstöðum. En já, það væri gaman að heyra frá einhverjum Jóni eða Brynjari eða þið hafið eitthvað við þetta að bæta. Þannig að ég er bara að varpa spurningu út í sal fyrir eitthvað mínu. Takk kærlega, gott klapp, já. Einhver spurning? Ef svo er ekki, þá annað klapp, takk kærlega fyrir. Þá er þetta langt komið, Hreinn Óskarsson er að ganga hér að mikrofónu og tekur við og fer aðeins í gegnum ráðstefnuna. Síðan kemur Jónatan Garðarsson og þakkar Hreini fyrir og slítur ráðstefnunni. Takk fyrir mig. Já, komið sæl. Ég er þetta er svolítið erfiðu fyrirlestur sem ég er með því að ég var að klára hann. Hann er sem sagt ekki komin hérna inn. En ef allt gengur eftir þá birtist hann. En bara frábærir fyrirlestrar hérna núna síðustu 2 daga og mjög áhugaverða niðurstöður sem birtust hérna. Vissulega oftast svolítið sama sem að sér hérna aftur og aftur en margt samt nýtt sko, ég held að ég sé komið hérna. Bingo. Já,
En ég ætlaði sem sagt aðeins að taka á hraðferð. Hvað var sagt? 1 eða 2 orð stundum og hérna bara til að rifja upp fyrir ykkur áður en farið heim svona hvað þetta snerist Ég gleymi stundum einu erendi sjálfsagt svona sjálfur ef ég gerði þetta ekki svona skipulega. En Ágúst kom þarna og setti þetta fyrir okkur forstöðumaðurinn á Land og skógi, Jón Valgeirsson, talaði skógrækt. Ég vissi ekki að hann væri skógræktar maður, en það leynist víða, það gen. Svo kom Salome og sagði að við ættum að byrja að endurskoða Land og líf. Það var ég segi ekki að það hafi verið sjokk, en ég held að það verði miklu léttara að endurskoða Land og líf heldur en að búa til Land og líf frá grunni eins og var gert á sínum tíma. Og nú erum við líka ein stofnun. Og síðan var Olivia Murray sem að ég held að hafi haft annað eftirnafn þegar við hittum hann í Skotlandi, hún er líklega nýgift. En hún tók á móti hópnum þar í Skotlandi, en hún var með samfélagsáskorunar og einlega sýndi okkur hvert við mögulega stefnum. Þetta snýst samráð og aftur samráð. Áður en hafin verkefni hefjast og kom fram aftur seinna í dag. Og svo sýndi hún okkur verkefni sem þau eru í ansi stór og mikil verkefni, miklu stærri við erum vön. Og síðan var farið við gæðaviðmiðin. Brynjar kom og sagði okkur frá því. Fínasta fínustu gæðaviðmið sem geta þá nýst í framkvæmdaleyfisumsóknir og fleira. Góð vinna. Síðan kom Úlfur með staðalinn sem heitir IST 95, staðall sjálfbæra skógrækt. Og það líka flott verkefni því að það svona staðall sem getur jafnvel nýst í bara einfallega vottun hjá ákveðnum aðlum. Það að segja, við erum að vinna með FSC-vottun á Íslandi, við erum að skoða PEFC líka og kannski getur svona staðall bara einlega dekka það sem við þurfum í ákveðnum, gagvart einhverjum svona viðskiptastöðlum sem við þurfum á að halda. Og Skúli Skúlason, heyrðuð í honum í útvarpinu í morgun, hann var einmitt að tala um þetta. Akkurat það sem hann sagði í gær. Og hann að vinna þarna með tegundirnar, hvaða tegundir á að nota og hvernig á að nota þær. Og sagði okkur frá því hvernig hann að hitta ýmsa hópa og í miklu samráði. Hérna sjáum við vaxtarmesta asparskóg á Íslandi held ég. Það er ekki 400 og eitthvað rúmmetrar standandi þarna. En þetta náttúrulega bara ansið þétt, mikill veggur af ösp. Góð heimsókn í Gunnarsholt í gær, síðan eftir hátíðið í gær þá var það Brynja, sagði okkur frá skógvist og Kristín hélt áfram og voru 4 erindi þannig skógvist, mjög fín. DNA-tæknin, alveg magnað, nú sjáum við allt í einu, það opnast þarna nýr heimur. Við getum kafað ofan í jarðveginn og fundið þarna tegundir sem hafa alla vitað að væru þarna. Og Járngerður sagði okkur frá því að þegar skógarnir eru þéttir þá náttúrulega minnkar gróðurþekjan. Það er svo sem þekkt en þetta er svona ákveðin hvatning til Narfa að fara upp í skóg og grisja fljótlega núna sé ég í Skorradalnum. Síðan var einmitt pólitísk hugvekja frá Auði og það er margt að vinna í skógarpólitík á Íslandi myndi ég halda og það er eiginlega stöðug vinna. Gagnvart bæði sveitarfélögum og Alþingi og öllu stjórnkerfinu. Gulli fór í morgun á hraðferð yfir skýrsluna sem að markaðsaðstæður og fjármögnun náttúrutengdra verkefna og bara vakti svona upp komið spurningar til dæmis hvernig ríkið ætlaði í ósköpunum að standa við skuldbindingar sínar og til dæmis var hægt að nota þessa leiðir fjármagna þær hér á Íslandi í staðinn fyrir að kaupa einingar utan úr heimi. Síðan fengum við að heyra hvað varðum þverár málsóknina og merkilegt nokk þá hefur þetta eiginlega ekki komið í fréttunum. Það er að segja þessi úrskurður umhverfis og hvað úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála, það bara virtist ekki vera fréttaefni. Ég var að frétta það í fyrsta skipti núna í morgun. En það er gott allavega að þetta verið gert þá rétt og verkefnið er komið. Síðan var undirskriftin í gær. Það er að segja Mógilsá
framtíðin er ráðinn þar, Skógræktarfélag Íslands og Skógræktarfélag Reykjavíkur verða þar til húsa næstu árin að minnsta kosti. Býtum við, já Gulli var aftur, Úlfur var náttúrulega með fyrirlesturinn í gær, ég er alveg ruglaður sko. En það var sem sagt, já, er ég komið sömu glæruna aftur, já það gat nú verið. Ertu ekki að grínast í mér? Og þeir segið ekki neitt. Ég er búin að vera með fjölda mjög gáfulegra athugasemda hérna. Já, þið hafið haldið það. Þetta væri svona bara blaði. Nei. Við erum allavega komin í Garðabæinn í Upplandið hérna. Það var gott að vaknaði ykkur við þetta. En allavega það er greiningin á hættusvæðunum. Og ég kom með spurningu sem ég gæti ekki spurt að því að var ekki tími. En ég er alltaf að pæla í þessu. Af hverju í óskupunum er ekki bara nokkuð beitarhól þarna fyrir öll þessi hross sem er í Reykjavík upp í Heiðmörk. Það er bara hægt að afmarka hérna ákveðin svæði og vera bara með girðingu þarna. Hefur enginn pælt í því. Allavega þetta er komið til skila út í kosmósið. Viðarmiðlun. Það er hérna Eiríkur sem sagði okkur frá félagi sem er verið að vinna í að stofna og gæti orðið mögulega það sem þarf til þess að koma svona burðarviði á markaðinn. Færði ég rétt að glæru núna? Já, gott. Þannig að færist ekki á báðum stöðum í hennu, aðtögi það. Þannig að þá þarf ég líklega að fara yfir á þessa glæru til að færa hana líka. En allavega Bjössi Trausta, Arnór Snorra voru með ansi áhugaverða greiningu þarna á, þar sé bara tölfræðilega úttekt á útbreiðslu trjátegunda á landsvísu og kom mjög óvart 500 hektarar bara í birki að breiðast út pluss einhverjir örfáir hektarar af öðrum tegundum í bland 66 þannig að þá eru skógar þekjan að stækka 2700 kannski á ári miðað við þetta en ekki 2000 sem við erum að gróðsetja sem er frábært og eða kannski er það ekkert mjög frábært eins og Arnór kom inn á sem við vilja ekki fá skóginn á landið sitt þannig að máli snýstu það líka og síðan var það hérna að Kitty kom með ansi mjög skemmtilega pælingu bara mikilvægi skóga fyrir samfélagið og öll þessi félagasamtök skógræktarfélög og fleiri sem er í þessu og fór svo bara með fólk á algjöra villigötur í restina og þeir sem þekkt ekki Kitta þeir held að hann væri eitthvað rugglaður sko með elspýtu fjárbluna þarna og síðan kom Aron ég tók hérna bara nokkur í restina því að þetta gekk svo hratt og það voru bara niðurstaðan hjá Aron fleiri tré á Íslandi í bæina það er einstakar bær með fullt af trjám og sem er alveg frábært það er hérna 3-30-300 reglan það er fólk svona aðeins farið að kannast við það hugtak síðan er það Landsvirkjun er náttúrulega bara í fararbroddi þannig sé held ég meðal stofnana að bæta úr því sem viðkomandi skemmir og rækta nýtt og búin að gera í áratugi og síðan er það Jón sem kom hérna með belgjurtirnar og mjög áhugaverð tilraun og rannsókn og ég tala nú ekki praktíkin sem hann er búin að stunda á söndunum með að koma upp skógi með aðstoð þessara tegunda. Síðan kom Hvítsmárinn, ég var nú bara fyrir vonbrigðum, það skildi ekki ganga betur en þetta er nefnilega með tilraunar, sumar þeirra ganga ekkert vel sko. Og við höfum sjálfsagt mörg okkar lent í því að algjört fíaskó stundum en það er flott að fá niðurstöður út og þarna kom líka aðra niðurstöður með osmokótið sem að tengdust ekki beint sko Hvítsmáranum og það er líka í mörgum tilraunum sem við höfum gert að það hefur komið einhver svona þriðji faktor áhugaverður út úr því. Þannig ég hendi þessu upp í einhver svona lítinn texta sem enginn sér en þarna er þetta bara svolítið svona flokkað eftir hvað við eiginlega höfum verið að skoða. Þetta er stefnumörkun, samfélag, skipulag, svo er þetta vísindi og rannsóknir, skógvistinn sérstaklega og svo er þetta nýtingin og framtíðarsýnin. Þetta er svona þrír svona megin flokkar sem er búið að vera að tæpa á í dag, ég veit ekki, kannski var það hugsunin náttúrulega hjá skipuleggjendum að gera það svona. En takk fyrir og góða ferð heim og þannig sjáum við stórkostlegt atriði í gær þegar menn fór í keppni, það voru alltaf fáir sem sáu þetta. Mismunandi tæki við uppkvistun og niðurstaðan var í jafntefli, Jóhann, það ekki? Jó.
En það sem sagt Jónatan sem allar að senda fólk heim með góða kveðjur. Takk fyrir. Takk fyrir Hreinn, það var gaman að sjá hvað varst flinkur á tölvuna. Þetta ég nefnilega kemur úr tæknigeranum, útvarpsþáttagerð og tæknin stríðir manni stundum. En bara takk fyrir þessa frábæru ráðstefnuhelgi. Þetta búið að vera mjög áhugavert, fín erindi. Þakka öllum sem að fluttu hér erindi, þeir sem að unnu að veggspjöldum og sýndu þau og kynntu. Nú, ég vil þakka líka Land og skógi fyrir að taka svona vel á mót okkur í gær í Gunnarsholti. Sýna okkur þar Aspaskóginn og sirka fleira. Sýndu okkur hvernig á að kæla bjór og hvernig á að neyta þess sem er bakað. Ég veit að það voru nokkri sem náðu ekki að klára bjórinn og tóka með sér í rúturnar og það var bara vel. Einhverju stóði hér úti alveg þar til að við fórum í matinn og voru að reyna að klára það sem var í kössunum því að það var svo mikið eftir. Það er ekki alltaf sem að það er, en það er líka hollt og gott að bleita í sér. Og nú fáum við að bleita í okkur utanvert, það var innanvert í gær. Það var gaman að undirrita á rafrænan hátt þennan samning í gær við Land og skógi Mógilsá. Þetta er búið að vera í deglunni í dálítinn tíma og skemmtilegt að ná þessu akkurat núna. Nú, það eru Land og skógur, Landbúnaðarháskóli Íslands, Skógræktarfélag Íslands, Skógfræðingafélag Íslands og bændasamtökin sem hafa staðið að þessari ráðstefnu eins og undanfarin ár. Við förum sem sagt hringinn alltaf, næstu verðum við annaðhvort á höfuðborgarsvæðinu eða Vesturlandi, Suðvesturlandi. Það kemur í ljós síðar. En ég vil líka þakka nefndinni sem að tók að sér að skipuleggja þetta, halda utan þetta og Loftur bjargaði því sem að Bjarni Harðarson ætlaði að gera en gerði ekki. Það er að segja var að vera veislustjóri í gær. Bjarni var með þetta fína erindi sem ég skildi ekkert í og mér skilst að hann sé gjarnan með þetta erindi. Ég er ekkert viss að það sé neitt af þessu satt en ég veit að hann er ættaður hérna af þessu svæði þannig ég trúi svona helmingnum að sem hann segir. Ég held að hitt sé lygi eða í það minnsta svona hálfsannleikur. Allir sem að hér töluðu af mikill yfirvegun lugu engu en töluðu ýmislegt sem að er búið að gera og eftir að gera. Við höfum eftir að halda þessu áfram. Þetta er mikilvægt að við hittumst og eigum hér samfélag, fræðumst hvert af öðru og tökum eitthvað með okkur í nesti. Við eigum eftir að hugsa og fara í gegnum þetta í hugunum og svo hittist við aftur á næsta ári á samskonar ráðstefnu. En góða heimferð, muni eftir að skila hérna spjöldunum. Það er kassi hérna fyrir utan sem stendur á thank you upp á ensku. Við erum á leiðinni þangað, takk fyrir. Njótið. Some will.
Hefur verið